ætla að byrja aftur á því að bjóða alla velkomna á þetta málþing, til þessa málþings, sem hefur fengið yfirskriftina tækifæri dreifðra byggða í 4. iðnbyltingunni. Ég heiti Sigríður Ólöf Kristjánsdóttir og er framkvæmdastjóri Vestfjarðastofu og ætla að stýra þessum fundi í dag og ég ætla að byrja á svona nokkrum praktískum málum. Og ef að spurningar, svona eins og það að ef að spurningar koma upp á meðan á fyrirlestrum stendur, þá vil ég biðja ykkur að setja þeir inn á viðburðin á Facebook og ég mun koma þeim á framfæri við fyrirlesarann. Fólkið á vinnustofunum getur á sama hátt komið fyrirspurnum inn á viðburðin á Facebook eða til starfsmanna, landshlutasamtaka eða Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands sem eru annaðhvort einn eða bæði frá Nýsköpunarmiðstöð landshlutasamtökunum sem eru á vinnustofunum. Þannig að við vonumst til að spurningar komist þannig á framfæri. En þetta málþing er afrakstur samstarfs milli Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands og landshlutasamtaka sveitarfélaga utan höfuðborgarsvæðisins sem hófst eftir ráðstefnu Byggðastofnunar sem stefnu ríkisins sem haldin var í Hveragerði í janúar síðastliðnum. Samtalið ráðstefnunnar hófst stuttu síðar og hefur undirbúningur staðið síðan. Og ég vil byrja á því að þakka starfsmönnum Nýsköpunarmiðstöðvar fyrir afar gott utanumhald og undirbúning og samstarfsfólki hjá landshlutasamtökunum fyrir þeirra góða framlag. Ég ætla líka að byrja á því að tilkynna smá dagskrárbreytingu. Í auglýstri dagskrá er gert ráð fyrir að fyrirlesturinn ljúki 11:40, þá tækjum við vinnustofur á hverjum stað og þar var gert ráð fyrir síðan fyrirspurnum og umræðum sem að myndi hefjast aftur klukkan 13. Sú breyting hefur verið gerð að útsendingu mun nú ljúka eftir ávarp Sigurðar Inga Jóhannssonar ráðherra og staðbundnar vinnustofur taka þá við og við förum ekki í aðra útsendingu eftir það. Þannig að niðurstöðum vinnustofa á hverjum stað verður miðlað bara á netinu og með öllum fyrirlesturum sem verða teknir upp líka. Þannig að við aðeins styttum dagskrána miðað við það sem var búið að auglýsa. En 4. iðnbyltingin, hún gefur okkur í hennum dreifðu byggðum gríðarleg tækifæri til að nýta þjónustu, til dæmis á sviði heilbrigðismála og menntunar, en við verðum samt að vera á varðbergi. Við verðum að vera á varðbergi og byggja upp þekking og færni til að takast á við þessar nýju áskoranir sem 4. iðnbyltingin hefur í för með sér, þannig að störf verði til út á svæðunum í stað þeirra sem tapast. Við höfum fengið til liðs við okkur frábært fólk til að miðla sinni sín á tækifæri, mögulega í einhverju tilfellum ógnanir, hinna dreifðu byggða í 4. iðnbyltingunni. Það er auðvitað svo að tæknin spilar lykilhlutverk og er í raun farartæki nýsköpunar hvert sem litið er. Við erum því sérstaklega ánægð með að ráðherra, ferðamála, iðnaðar og nýsköpunar geti verið með okkur í dag og bjóðum hana velkomna. Ég gef Þórdísi Kolbrúnu Reykfjörð Gylfadóttur, ráðherra ferðamála, iðnaðar og nýsköpunar orði. Hún talar frá höfuðstöð Nýsköpunarmiðstöðvar í Reykjavík. Kæru fundagestir, það er auðvitað pínlítið skrítið að opna þennan fund í gegnum samtal við tölvuna, en á sama tíma er það auðvitað mjög takti við umræðefnið, tækifæri dreifðra byggða í 4. Ég sjálf naut þeirra forréttinda sem barn og unglingur að alast upp í sveitarfélagi á landsbyggðinni og ég tel mig búa að þeim forréttindum í leik og starfi enn þann dag í dag. Það að fá að alast upp í svona minna sveitarfélagi út á landi sem er frjálst, opið og öruggt. Það eru forréttindi sem við lítum kannski á sem sjálfsagðan hlut, en eru á sama tíma svo langt frá því að vera sjálfsagður hlutur fyrir langstærstan hluta jarðarbúa. Það alast upp í námunda við sjóinn og fjöruna, náttúruna og allt hreina loftið. Það eru forréttindi sem margir myndu setja í fyrsta sæti hvað lífsgæði varðar. Og við viljum að börnin okkar fái að upplifa sömu lífsgæði og við höfum búið við. Þá kemur upp þessi spurning, hvaða áhrif munu tæknibreytingar hafa á komandi kynslóðir í dreifðari byggðum? Stutta svarið er, því miður, kannski, að við vitum það ekki. En við erum samt að reyna að rýna inn í framtíðina og reyna að gera okkur grein fyrir hvernig samfélagið muni líta út á næstu áratugum.
Og það hefur til dæmis margoft komið fram að ýmiss konar störf sem eru bæði algeng og mikilvæg í dag munu hverfa á næstu árum vegna sjálfvirknivæðingar. En í staðinn koma fram ný störf og atvinnugreinar og stór hluti þeirra munu vera störf sem við vitum ekkert nafnið á í dag. Í fyrra kom út skýrsla á vegum starfshóps sem var skipaður af forsætisráðherra til að greina áhrif fjórðu iðnbyltingarinnar á íslensku þjóðina. Í þeirri skýrslu kom meðal annars fram að gert ráð fyrir að sjálfvirknivæðingin muni hafa talsvert meiri áhrif til fækkunar starfa í dreifbýli heldur en í þéttbýli. Þetta í samræmi við kannanir atvinnuþróun í öðrum vestrænum löndum og það þess vegna ljóst að eitt af okkar stóru viðfangsefnum að sporna við því að fjórða iðnbyltingin leiði til þess að ójöfnuður í þjóðfélaginu aukist. Þessar breytingar eiga að vera fyrir alla en ekki bara suma. Við viljum ekki enda uppi með samfélag þar sem að tækniþekking, færni og vel launuð störf eru borin upp af fámennum hópi á afmörkuðu svæði landsins og þess vegna höfum við verk að vinna. Þegar skoðað hvað menntun og færni eftirsóknarverð í samfélagi framtíðarinnar, þá kemur fram atriði eins og þverfagleg þekking, tilfinningagreind og gagnrýnin hugsun eru að koma mun sterkar inn en áður. Hér má nefna könnun sem var gerð á vegum World Economic Forum árið 2015, þar sem þúsundir forstjóra voru spurðir hvaða færni þeir teldu að starfsfólk þeirra þyrfti að búa yfir árið 2020. Niðurstöður voru á þá leið að hæfileikinn til að leysa flókin verkefni var í fyrsta sæti, yfir eftirsótta eiginleika framtíðarinnar, en gagnrýnin hugsun kom þar strax á eftir. Síðan kom það ýmsum á óvart að sköpunargáfa hylti sér í þriðja sætið, sem mikilvæg færni hjá starfsfólki komandi ára. Og með þetta í huga ættum við að leggja okkur fram að mæta tæknibreytingum af opnum huga og forvitni en temja okkur leið gagnrýna hugsun varðandi það sem við sjáum og heyrum og það sem breytist. Við þurfum að þjálfa okkur í að sortera allt þetta magn af upplýsingum sem berst til okkar á hverjum degi og læra að þekkja staðreyndir frá falsfréttum og rögleysu. Þegar horft til möguleika landsbyggðarinnar ættum við að skoða vel þau tækifæri sem felast í fjarheilbrigðisþjónustu og fjarmenntun, verslun í gegnum netið og ýmsa aðra þjónustu sem áður kallaði kannski á ferðalag til Reykjavíkur með tilhörandi kostnaði og tíma. Við skulum leita leiða til að nýta grænar tæknilausnir til að auka sjálfbærni í okkar lífstíl og þar ég vissum að landsbyggðin getur komið sterk inn. Og við skulum stefna að því að tæknibreytingar þjóni okkur en við ekki þeim, hvort sem í dreifbýli eða þéttbýli. Auðvitað það síðan þannig að þegar allar þessar breytingar verða, að þá á það jafnt við í einkageira og opinberum geira, að þegar þú getur unnið störf í gegnum tölvu, að þá skiptir ekki máli hvar sú tölva staðsett. Þannig að það ekki sjálfgefið að allir seglar séu alltaf í átt að höfuðborginni, heldur einmitt kannski þvert öfugt. Þar sem að ég trúi því að í framtíðinu muni fólk láta vega þyngra lífsgæði eins og það að komast í hreina náttúru á augabragði, þurfa eða minni tíma í umferð og skull og sækja. Þessi þættir sem að gera lífið auðveldara dag frá degi, þannig getur verið í mjög spennandi störfum út all land. Við skulum líka leyfa okkur að láta sköpunargleðina blómstra og efla frumkvöðlamennsku og nýsköpun, ekki síst þá nýsköpun sem byggð á auðlindum okkar og sérstöðum. Þá bæði við þær auðlindir sem byggjast á okkar eigin hugviti og einnig þær sem byggja á náttúrulegum auðlindum. Og ég viss að það munu koma margar áhugaverðar tillögur fram í umræðunum í dag og ég óska ykkur skemmtilegra samræðu, margra góðra hugmynda sem vonandi verða veruleika í nánustu framtíð. Gangi okkur vel. Og mikið af hugmyndum og þessu erindi svona ætlað til að kveikja á fleiri hugmyndum hjá fólki varðandi fjórðu iðnbyltinguna. Bara til að rifja stuttlega upp að þá eru rúm 10 ár síðan að snjallsímarnir ruddu sér til rúms og við vitum hvað hefur gert ótrúlega mikið á þessum 10 árum og ég held að við séum að fara að sjá bara mjög sambærilega hluti á næstu 10 árum. En þá bara núna erum við að tala ekki bara snjallsíma eða heldur fullt af annarri tækni og við sjáum á þessum 10 árum snjallsímana þá erum við farin að geta, við erum farin eftir þessi 10 ára að geta pantað ferðir og pantað okkur borð á veitingastöðum og millifært peninga og náð okkur í vinnu og íbúð og jafnvel í kærasta eða kærastu
með hjálp símans og við sjáum hvernig fjölskyldunar eru í dag. Þær eru bara komnar í sófann með öll þessi tæki. Ég ætla bara að viðurkenna hér og nú, þetta lítur stundum svona út heima hjá mér, veit ekki með ykkur. En svo þessi iðnbylting sem komin og við, þessi 4. iðnbylting og við byggjum á 3 öðrum og svo fyrsta var guðvalls, þegar guðvallaflið kom, svo kom rafvæðingin, 3. talaði að sé upplýsingatæknin og 4. svo gervigreindin og talaði að gervigreindin sé kannski það sem svona drifkraftur í þessari byltingu. En þjóðir standa misvel og þegar kemur að innleiðingu þessari tækni og á Íslandi þá erum við að því virðist nokkuð tilbúin við að takast á við 4. iðnbyltinguna. Hér allavega allir innviðir til, við erum svolítið fljót að tileinka okkur tækni, en það ekki endilega staðan alls staðar. Þetta nú svolítið staðan í hinum vestræna heimi, en ef við horfum á þetta landakort sem við sjáum á myndinni, að þá þessi bláu svæði eru þau svæði sem eru svona talin tilbúin til að takast á við 4. iðnbyltinguna, en þau sem rauðari eru í meiri vandræðum og við erum á mörgum stöðum ekki ennþá komið einu sinni rafmagn. Þannig að þetta eru stóra breytingar og ég held að við séum tilbúnari heldur en margar aðrar þjóðir. En hvað erum við að tala um? Jú, það er talað um gervigreind, en það er líka talað um það sem kallast vélrænt nám, sýndarveruleiki, viðbótarveruleiki, vélmennavæðing, tækni svo CRISPR sem svona meira líftækni bylting, svo blockchain, hlutanetið, og gagnagnótt eða big data. Allt þetta svona svolítið tilbúið til notkunar og þjóðir heims eru á fullu að finna leiðir til að nýta þessa mismunandi tækni og úr því verður þessi svakalega bylting. En gervigreindin, eins og ég sagði áður, kannski það sem svona þessi drifkraftur og það talað um að vélar eru reyndar að geta framkvæmt hlutina jafnvel eins vel og manneskja og það náttúrulega, við sjáum ýmislegt að gerast í þeim málum og við erum nú þegar farin að nýta gervigreind víða eins og til dæmis til að filtera spam úr tölvupósti, spá fyrir veður og það talað um að þessi machine learning þáttur sé sá þáttur sem að muni sjálfvirkni væða mjög mörg störf á næstu 20 árum. Og það náttúrulega bara nú þegar orðin alls konar þjónusta til. Við erum þegar farin að sjá fyrirtæki nýta sér svokallaða spjallbotta eða chatbots á ensku. Það sem að í rauninni við erum að nýta svona þjónustu á vef, eða fyrirtæki eru að nýta þjónustu á vef þar sem að fólk getur talað við þjónustufulltrúa en þjónustufulltrúin í raun vélmenni eða botti sem búinn að læra spurningar og svör og yfirleitt þetta settu þannig að bottin veit svona 80% af öllu því sem spurt og lærir svo það sem sem við bætist af lifandi þjónustufulltrúa. Þannig að þetta svolítið svona vera að búa til gagnagrunn fyrir bottan meðan að þjónustan nýtt. Við erum líka að klæðast tækninni sem ákaflega spennandi. Nú starfa ég sem forstöðumaður hjá Veitum. Þar erum við til dæmis að skoða, hvernig getum við gert fólki okkar öruggara með því að þau séu með til dæmis hjálma með ýmsum nemum eða úr með ýmsum nemum sem til dæmis nema hvort að loftgæðin séu heilbrigð og svo framvegis. Við erum líka farin að nota þessi úr eins og þessi líkamsræktarúr sem eru rauninni að mæla púls og hreyfingu og svo framvegis. Það mun alveg heilmikið gerast á næstu árum í þeim málum áfram. Svo erum við að tala við tæknina. Margir eiga þegar einhvers konar tæki sem þau tala við eins og Google Home eða Amazon. Og það í rauninni, í dag erum við ennþá að tala á ensku við þessa tækni og
En það von í því máli, en það almannarómur og ríkisstjórnin í rauninni búin að setja peninga, það er búið að setja peninga í þetta sem að hjálpar til við að íslenskan verði tilbúin fyrir þetta með glæsilegum hætti og það mun gerast mikið í þessu á næstu árum. Sýndarveruleiki eitt af því sem er líka orðið ansi sterkt. Þarna erum við að ná að upplifa hluti með því að setja á okkur gleraugun. Við getum farið ofan í sjó og inn í tæki og upp í geim og inn í frumur og aftur í fortíðina og inn í óbyggð hús. Það til dæmis arkitektar að nýta sýndarveruleika til að sýna fólki hús áður en þau eru byggð, upplifa hús áður en þau eru byggð. Þetta er bara nú þegar gert töluvert og það sem mig langar eiginlega að segja sérstaklega með sýndarveruleikana, ég held að hann muni breyta svolítið hvernig við lærum. Því að við vitum öll að það að læra eitthvað með því að upplifa það er alltaf aðeins einfaldara og maður lærir hraðar heldur en ef maður er að lesa það úr bók. Og ég held að við munum sjá mikið nám gerast í gegnum sýndarveruleikann. Svo er svokallaður viðbótarveruleiki, mikið nýttur fyrir markaðssetningu og hér eru hlutirnir ansi að gerast hratt. Þarna erum við að til dæmis sjá hvernig við getum nýtt símann til að horfa á eitthvað umhverfi og vita hvar við að finna veitingastaði eða verslanir, eitthvað þess háttar. IKEA hefur til dæmis verið að nýta sig fyrir svona laga til að fólk geti mátað hvernig sófar koma út heima hjá sér og framvegis. Viðbótarveruleikinn er alveg ansi magnaður og við í fyrirtækjunum erum líka farin að skoða hvernig getum við nota þennan viðbótarveruleika til að kenna fólkin okkar eða leiðbeina því á auðveldan hátt þannig að fólk upplifir sig öruggara en það er. Það er margt þar og það er kannski þá eins og til dæmis við sjáum á þessari mynd að þarna erum við að sjá fólk fá leiðbeiningar á meðan þeir eru að vinna að verkum. Þetta er þannig séð þá leiðbeinandi og það er alltaf fókus á þarfir einstaklingsins. Það er ekki mikið verið að horfa á einhverja risastóra hópa heldur, það er alltaf verið að targeta eða beina hlutunum að einstaklingnum. Svo munum við sjá þessa róbótavæðingu, þar erum við að fara að létta heilmikið störf. Ég held að róbótar margir hverjir séu ekki endilega að fara að skipta út fólki, heldur meira að vinna í vinnu sem er það nákvæm að mannlegt auga sér það ekki eða þá það þung að það sé erfitt fyrir líkamann. Þannig að þetta mun aðstoða okkur við mörg verk og er að aðstoða okkur í dag við töluvert af verkum. Við erum líka að fara að tengja öll tæki og heimurinn er að tengja öll tæki og það er alveg óbóðsleg vöxtur í því eins og margir hafa heyrt auðvitað, við erum að tengja ísskápana og hurðarskrár og klær og ég veit ekki hvað og ljósastaura. Þannig að það er alveg heilmikið net að verða til þar sem að í rauninni það er verið að skoða hvernig getum við notað gervigreindina til að tengja þetta allt saman og fá okkur upplýsingar úr svo gögn sem að okkur dreymir ekki einu sinni Sem sagt, það er umbylting í gangi og þetta er svona kannski bara nokkur dæmi til að sýna af hverju eða hvað maður er að meina. Og eins og ráðherrann sagði þarna að þá eru bara störfin okkar fara að breytast töluvert. Það er svo sem ekkert nýtt. Störfin hafa breyst í gegnum tíðina og ég til dæmis sem ég veist oft gott að koma með dæmi sem ég heyrði daginn þar sem að ef ég hefði spurt afa minn fyrir nokkrum árum síðan þegar hann var lifandi blessaður að ég hefði spurt hann fyrir fættur 1908 hvort að segjum að ég hefði sagt honum ég langaði að vera jógakennari þarna árið 1940 segjum það. Hann myndi bara horfa á mig og halda að ég væri rugl. Þannig að það er alveg svona, það er alls konar störf komin í dag sem voru ekki til fyrir 10, 15, 20 árum eða lengra aftur. Þetta er bara að gerast, sagan endurtekur sig.
og við munum sjá mikið breytingum á atvinnumarkaði. Og það svolítið talað þetta sko, við erum að fara eiginlega lengra heldur en innovation eða nýsköpun, við erum að fara í einhvers konar umbyltingu, disruption og það sem svona kjarninn í því er að við erum ofta að horfa á viðskiptamódel fyrir hitt og þetta og reyna að laga þau með einhvers konar nýsköpun eða breyta þeim með því að bæta ykkur við eða skapa eitthvað nýtt. Það sem við erum eiginlega að tala núna að nýsköpunin á sér þannig stað að oft erum við að taka einhverja hluti, einhverja tækni eða eitthvað viðskiptamódel og segja já, nú ætlum við bara að hætta með þetta og við ætlum að byrja upp á nýtt, við ætlum að hugsa hlutina alveg upp á nýtt og það er svolítið magnað, það leiðir sér nú læðingi enn meiri nýsköpun heldur en við séð áður. Þannig að já, viðskiptamódel að breytast, við erum að sjá þekkinguna breytast eða hvernig við sækjum okkur þekkingu, við getum náð okkur í þekkingu út allt á netinu í dag og stórir skólar og virtir skólar eins og Harvard að deila þekkingu alveg töluvert. Við erum líka að sjá samskiptamynstur að breytast og sumir myndu jafnvel segja að hierarkí væri dautt, bara með tilkomu Facebook og allra þessar samskiptamiðla, samfélagsmiðla, að þá erum við farin að geta tala beint við fólk, óháð stétt og stöðu og það er að hleypa svolítið breyttu lífi inn í til dæmis fyrirtækin en líka bara almennt í samfélagi. Og eins og ráðherra minntist á áðan þegar þúsundir forstjórar spurðir hvaða færni fólk þarf að hafa á næstu árum, að þá í rauninni þá sjáum við muninn hvernig þetta var þegar það var fólk að biðja að spá fyrir árinu 2015 og svo spá fyrir árinu 2020 og það er með þetta að leysa flókimál og gagnrýnin hugsun eru á topp 2 sætunum en svo þetta með creativity eða nýsköpun eða það að geta skapað, sköpunarkraftur. Það er eitthvað sem er algjör hástökkvar í þessari könnun sem að World Economic Forum gerir á 5 ára fresti og þetta er svolítið magnað. Þetta er eitthvað sem við Íslendingar ættum svolítið vel að geta tengt okkur við og ég held að mitt í allri þessi tækni að þá þurfum við ofboðslega mikla nýsköpun og sköpunarkraft. Það eru þarna líka hlutir á þessum lista sem eru svolítið áhugaverðir að horfa á eins og að nýtt inn á lista í 7. sæti Emotional Intelligence, eða tilfinningagreind, sem er líka alveg magnað. Þannig að það sem ég sé hér er að ég held að við eigum eftir að sjá svolítið svona tengingu, tækni og lista mun meira og ég held að sé algjör galdur þar og svo finnst mér alltaf svolítið gaman að horfa á þennan kót eða gaman, ég veit ekki hvað maður að segja. En það er alltaf þannig að þegar þetta er svona ársgamall kvót úr fréttablaðinu þar sem að 15 ára stúlka var spurð kom með þessa setningu ef þú ert lélegur í listum þá er það ágreitt þannig að það sé bara ekki þitt svið. Ef þú ert lélegur í raungreinum þá ertu bara heimskur og þetta er svolítið viðhorfið ennþá og við þurfum svolítið að laga. Þetta er bara með breyttum tímum þurfum við að breyta svona hugsun. Þannig að listnám er mikils virði, við vitum það líka, við Íslendingar, við eigum fullt af flottum listamönnum sem hafa gert vel á bæði erlendis og innanlands og ég held að það sé nú bara rétt að byrja. Það er svolítið gaman líka þegar maður horfir á svona Björk eða Monsters of Men eða Óli Elíasson, öll það að nýta tæknina á eitthvað nátt. Þannig að mér finnst það líka mjög skemmtilegt að sjá. En svolítið gamanskert þá að því vorum að tala að störfin okkar sé að breytast þá er til vefsíða sem heitir Will Robots Take My Job og þarna að gamni sett ég inn bókari, starfsheiti bókari og þarna, það er náttúrulega verið svolítið að gera grín á þessari vefsíðu en þarna, ef maður stillir því þarna inn að þá kemur You Are Doomed. Þannig að það er aldeilis, þeir telja aldeilis að tæknin muni taka yfir bókarastarfið, hvað sem svo gerist, við sjáum til. En það sem ég langaði að segja og taka bara frá ráðherranum áður að
sí- og endurmenntun eitthvað sem við munum á og þurfum að horfa mikið á alls staðar, og þá ég að meina bæði sem bara menntakerfi, sem þjóðfélag, sem atvinnulíf. Þú veist, við þurfum öll að vera að horfa á hvernig getum við sí- og endurmennta okkar fólk. Við erum líka að díla við það að ungt fólk sér tækifæri erlendis og stundum hefur verið talað guð minn góður, það allir að flytja suður. Núna allir að flytja til Berlínar af því virðist. Þannig að ég held samt sem áður að við höfum eitthvað sérstakt og við munum og erum að draga ungt fólk aftur tilbaka. Kynslóðin sem núna komin inn á atvinnumarkaðinn, hún þekkir ekkert annað en tengdan heim og líður óþægilegi hefðbundnu stífu skrifstofuskipulagi og það þarf alveg rosalega mikið að skoða hvað við gerum við því. Þeim finnst síló ekki spennandi. Þau vilja umræða endurgjöf og hvatningu reglulega sem stundum við talaðum sem eitthvað neikvætt, en ég tel endan allan daginn að það sé mjög jákvætt. Vinnurýmið að breytast, ég ætla svo sem ekkert að fara þarna í dýptina, en startup-senan hefur svolítið skilgreint nýja vinnuaðstöðu og það að smitast yfir á öll fyrirtæki. En svo mitt í þessu öllu saman að það þörfin til að aftengjast netinu er að aukast mjög mikið. Við getum, þú veist, maður sér það alveg þegar maður fyrir og sér ferðamenn út í náttúrunni að þeir eru svolítið mikið bak við myndavélarnar og tæknina, en það er líka tækifæri í því að bjóða upp á svæði sem eru bara ótengt. Og það er þegar held ég komin að stað ykkur ferðamennska sem að býður upp á svæði sem eru þannig að þú hefur ekki tækifæri til að komast á netið. Það er alveg skemmtilegu punktur. En svo er þetta, það er sumir heyrt þetta phone stacking, það er að segja að stilla upp allum símunum á borðið þegar þú ert út að borða með vinum til að fólk sé á staðnum og þá er náttúrulega almenna reglan að sá sem tekur símann fyrst þarf að borga reikninginn. Alltaf mjög gaman. Og það sem við erum að sjá, við erum að fara að berjast hæfileikana. Þjóðir heims, fyrirtækin, menningarheimar eru að fara að berjast hæfileikaríkt fólk og þessi barátta er algjörlega byrjuð og mikið gert til að reyna að fá hæfileikaríkt fólk til að flytja til dæmis Norðurlanda. Bandaríkin gera mikið af þessu og fleiri nýsköpunarlönd svo eitthvað sé talað. Það verða breytingar á allri þjónustu og hraði er ofboðslega lykilatriði, að það að flýta sér getur verið mjög mikið samkeppnishæfni í því. En samt sem áður þá held ég að við höfum eitthvað algjörlega uník hér og þá sérstaklega þessar dreifðari byggðir. Þessi nála við náttúruna, ég held hún eftir að koma sterkar inn heldur hún órar Mér finnst alltaf gaman að horfa á hvað aðrar þjóðir eru að gera. Finnarnir eru svolítið að massa menntakerfið, finnst mér. Þeir eru allavega að fá fólk, koma fólki vel í gegnum skólakerfið og leggja mikla áherslu á nýsköpun. Danir ætla að umbylta opinberri þjónustu. Það er þeir sett upp sérstakt meðal annars til að betra samband við sína ættingja og aðgang á opinberri þjónustu, þannig að það er heilmikið í gangi þar. MIT-háskólinn, hann er að setja saman í rauninni mæli með því að við séum að bæða hugsa nýsköpunarþáttinn en svo líka hvað við erum að gera fyrir startupin. Ég ætla ekki að fara djúpt í þetta, ég held að sé að tapa tíma. Og það sem við sjáum bara er að við erum svolítið að koma úr þessu auðlindadrifnu hagkerfi og að vissulega það þurfa að byggja okkar góðu auðlindum, en við erum svolítið að horfa á hvernig við hér á Íslandi getum búið til okkar nýsköpunardrifna hagkerfi. Og það verður ekki gert öðruvísi en að byggja einhvers konar brú milli vísindastarfs og frumkvöðlastarfs. Mjög mikilvægt að vísindamenn og frumkvöðlar séu í daglegu samtali
og að háskólar, atvinnulíf séu í daglegu samtali. Hverjir eru þá tækifærin í þessum dreifðari byggðum? Jú, ég myndi segja, höfum fókus á þessu nýsköpunardrifnu fyrirtæki, endurhugsum hvernig við menntum börn og fullorðna, pössum upp á tæknilega innviði, drögum til okkar þekkingu, úrvalsþjónusta hjá opinberum aðilum er líka mikilvægt til að draga fólk að og spilum á styrkleika svæðana. Og þar kemur náttúran alveg pottþétt sterk inn. Einu sem ég veit, það verða breytingar og mér finnst þessi setning alltaf svolítið góð. Startup thinking is not just for startups. Við getum öll hugsað eins og frumkvöðlar, hvort sem við erum í stórfyrirtækjum, smáfyrirtækjum eða hjá hinu opinbera eða hvað sem er. Það er bara holl hugsun, skapandi. Og ég held bara að forvindin mun leiða okkur að sköpunarkraftinum og ætla bara að enda þetta hér. Já, við þökkum Ragnheiði fyrir. Mér allavega fannst þetta mjög upplýsandi og skemmtilegt og jafn skemmtilegt og í vor og jafnvel betra. Og það er þetta með sköpunina, það er þetta með tilfinningagreindina og allt það sem að við höfum forskot á vélarnar. En við erum að fara að sjá ennþá lengra og meira inn í framtíðinu vonandi í næsta erindi. Þar ég ætla að segja ykkur að Facebook Live er að bregðast okkur, sem er skemmtilegt og gaman að treysta á vin okkar og frænda Facebook í þessari útsendingu. En það er að bregðast, er það ekki rétt hjá mér og ég veit ekki alveg hver staðan er. Já. Það semst búið að færa sig yfir á YouTube, skilst mér, og deila þeim tengli. Þannig að hér er verið að vinna á fullu á baku tjöldin. En David Wood er breskur framtíðarfræðingur og hann er vel þekktur meðal framtíðarfræðinga sem að er grein og hefur fjallað nýja strauma og mynstur þegar kemur að tækniþróun. Hann heldur utan vettvanginn London Futurist. I want to welcome David Wood and look very much forward to hearing what he has to share with us. David is speaking from David talar frá Selfossi og gefum honum orðið. Gjörðu svo vel. Thank you very much for the invitation to be part of such an interesting conference. Interesting in content, but also in the format. I'm going to look ahead at the impact of the fourth industrial revolution, which I believe will be large and profound. If we think about the future of smart rural communities, we have to think not just what people can see today, but what they will soon realize are the changes ahead. So I'm going to look ahead 16 years. Of course, I can't predict that with any accuracy, but I will give some suggestions as to the kind of changes that people will realize will be happening. New waves of disruption, new technologies, technologies that we already have, but which will become much more significant, and also, very importantly, new human responses to the technology, changes in how humans live and want to live as they realize the possibilities and also the risks and threats from these new technologies. To look ahead 16 years, I'll start by looking back 16 years, comparing the situation today with how it was just a few short years ago. Today, many of the world's politicians communicate on this strange thing called Twitter,
which has 330 million active monthly users. 16 years ago, of course, there was no Twitter, and if you told us about it 16 years ago, we could not believe such a thing would happen, probably. Twitter is small in comparison with Facebook, which now has more active users than the largest country in the world. Facebook, I think, might be communicating this meeting live. I keep hearing announcements about starting and stopping meetings. I think at least some of the time we're being broadcast there. But so much else is happening there. And our elections, our referendums are being influenced by what's happening on this strange online Facebook, which did not exist 16 years ago. Today we have Wikipedia, one of the marvels of the modern world, with 40 million articles in nearly 300 languages. 16 years ago, there was some Wikipedia, much smaller, and people used to laugh at it. They used to say, look at the errors in this online encyclopedia. Look at the chaos of everybody editing the same articles. It can never be significant. How wrong that was. How much valuable, trustworthy information is now there on Wikipedia. Let's consider also how people are accessing this online information via, increasingly, smartphones, with more than 3 billion people using smartphones today worldwide. 16 years ago, there were some smartphones. I know I was part of the early smartphone industry. There were about 10 million people using smartphones at the end of 2003, many, in fact, using this wonderful Nokia 6600. Some of you might remember it. It was the world's first multi-million selling smartphone. But today, there are 300 times as many smartphone users. The smartphones are at least 300 times as powerful, have at least 300 times as much storage, and maybe there are about 30,000 times as many applications. How the world has changed. So much so that, according to the last speaker, we need new social norms to stack our smartphones when we go out for meals. And the kinds of things we use on these devices include Google Maps and Google Mail, none of which existed 16 years ago. And now we find them wonderful, but at the same time we realize perhaps dimly that these organizations know an awful lot about us, exactly where we've been, exactly what we're writing. In terms of information about us, we have also medical information. 16 years ago, the cost to do an entire DNA sequencing for one human was $2.7 billion. Today, the cost is not billions of dollars, it's not millions of dollars, it's not thousands of dollars, it's $599 from Veritas. There are other companies offering similar. So information about us is available much more readily, more cheaply. And we have to lastly mention the coverage from CCTVs. I'm not sure about the situation in Iceland, but in London they are everywhere. And in China there are 200 million equipped with face recognition and with artificial intelligence, which is understanding more and more about us. Of course, 16 years ago there were some monitoring cameras, but nothing like so powerful and so intelligent. So can we dare to look ahead another 16 years and imagine the scale of the changes? Some people will say we may have less change than before, but I disagree. I think we're seeing an acceleration. And the cause of acceleration is feedback cycles, positive feedback cycles. The first industrial revolution started when we had steam-powered machinery, which were built with simple tools. But with machinery, we could build better tools, which could build better machinery of all sorts, which could build more kinds of tools of all sorts, including steam locomotives. In the third industrial revolution, we started with quite simple computers. And they were hard to manufacture, and they were hard to design with paper and pencil. But you can use computers
in computer-aided design and computer-aided manufacturing. So one generation of computers can help to design and manufacture a better generation of computers, which can help to design and manufacture even better computers. It's the same with software. Software is written by humans who take advantage of tools such as debuggers and compilers and profilers. And so one generation of software allows software engineers to write better and better generations. And don't laugh, of course, software has bugs and defects, but on the whole, a small team of people can write much larger, much higher quality software than before. All that's the past. That's the third industrial revolution. Looking ahead to the fourth industrial revolution, we're going to see more AI, artificial intelligence, than ever before. Built, of course, by humans, but taking advantage of AI tools to build better AI. AI that analyzes and cleans data, which can then be fed to another AI to do machine learning of deep, big data. AI tools building better AIs, building better AIs. And then new kinds of computers. The fourth industrial revolution is going to see increasingly quantum computers, which has scope that still few of us can really understand. And surely, once we have some quantum computers, it will help us to design and build and manufacture better quantum computers faster than we expected. The biggest and most important feedback cycle involves people. There are more people on the planet than ever before. Some people dislike that and say more people means more consumption and more waste, but it also means more brains. It also means more innovation, especially when people are educated as never before, and when people are networked as never before. It allows more ideas, it allows more creativity, more tools to be created, building more technology. And the better technology, of course, improves the networking. And the better technology improves online education. So we have marvelous TED Talks and Khan Academy, YouTube videos, personalized artificial intelligence teaching us. That's why the world sees more scientists than ever before, all around the world, more engineers building solutions, more entrepreneurs who know the principles of starting companies, applying the startup spirit, more designers who are aware of user-centered principles to help the technology be applied in real-world solutions, more educators to spread the information more widely. Therefore, more artificial intelligence, more deep learning. In summary, that's why I believe we're going to see an acceleration in terms of the impact of technology and an acceleration of disruption. That's the theory. Let's look quickly at the history. The technological change was possible because of an application of the scientific method in an open society which tolerated criticism of the status quo, criticism of authorities, criticism of convention. That allowed the first industrial revolution to take place from around the 1760s with steam and then railways, which changed the world. Historians talk about the second industrial revolution from about the 1880s. My dates aren't exactly the same as the previous speaker, but broadly the same. Electricity increasingly displaced steam, and we also had new chemicals, oil, and other chemicals that displaced steam. Then we invented new chemicals, synthetic chemicals, and mass production, and automobiles traveling everywhere, changing the world, changing cities, building suburbs. The third industrial revolution had more computers and consumer electronics, and we are now starting early days with the fourth industrial revolution, which we still haven't properly understood because it hasn't fully happened yet, but I describe it, and I'll explain this in a moment, as the NBIC convergence. Before I describe it, I'll just point out there is an acceleration here in timescales. It was about 120 years between the starts of the first two waves. The third wave started
about 2/3 as quickly as the previous. And the fourth wave is starting about 2/3 as quickly as the previous. This is another sign of the acceleration of technology. Some of you may be a bit unhappy at this stage, a bit uncomfortable about so much technology. But I have to remind you of the wise words of management guru Peter Drucker, who said, "We are becoming aware that the major questions regarding technology are not technical, but human questions. For the successful application of technology, we have to look at lots of human issues: usability, safety, and what people feel when they use the technology. Do they feel good? Do they feel social approval? And questions of cost." So I might modify my previous diagram a bit. Here's the growth of technology enabled by positive feedback cycles, taking advantage of science and the open society, but mediated, transformed by human reactions. What kind of legislation are we putting in place to control some of the worst effects of a careless, disruptive innovation? What kind of skills are we teaching people so they can take advantage and be comfortable of the best aspects of technology? And very importantly, what values are we asserting? What do we want from our technology? And what do we want from our technology? And all of these things are changing rapidly too. Our legislation may change slowly, but it is changing. Our skills may change slowly, but it is changing. And our values, I will argue, are changing too. And we have to decide. And we have to anticipate how people's values will change if we really want to plan good things for the rural communities. I said I would explain this fourth industrial revolution, NBIC convergence. This stands for I, information technology. It's the manipulation of bits of data, bits of information, not just to process them, but also to make new algorithms, new intelligence, artificial intelligence from that. N stands for nanotechnology. It's the manipulation not of bits of information, but atoms and molecules. It's molecular manufacturing. It's 3D and 4D printing. It's also building new kinds of machines. Quantum computers, I've mentioned, nanobots as well. It's building new kinds of sensors, very small sensors, cameras everywhere, audio systems everywhere. B stands for biotech. It's editing, not our information in our computers. It's editing and understanding the information in our biology, the genes. It's allowing us to process information and modify our genes with things like CRISPR. So we will now see not just synthetic chemicals, we will see synthetic life forms doing more tasks for us. And C stands for cognotech, understanding our brains as never before, knowing how to improve our brains as never before. The top of this represents hardware, the bottom represents software, the left represents physics in a way, the right represents biology, which is why there's 4 quadrants. But most importantly, there are connections between these different revolutions. The better nanotech we have, the more sensors we have. So we can sense, for example, what's happening inside somebody's brain without cutting their head open. We can understand what's going on in people's brains when they're being intuitive or meditating or being creative. And we can copy the same design principles from the human brain into our artificial intelligence, into our infotech, and build better artificial intelligence, which then will allow us to build better biotech and so forth. To look inside these boxes, here are the 20 ways in which I believe the world will be significantly transformed in the next 16 years or so. Molecular manufacturing, 3D printing. I don't have time to go through all of this. Biotech, we're already seeing some genetic editing and stem cell therapies, later lab-grown meat, possibly enhancing our pets, possibly even abolishing aging. Information technology, artificial creativity, wearable computing, effective computing. And cognotech is perhaps the least developed of these 4 revolutions, but with the biggest potential as we find ways to improve our consciousness and improve our emotions.
via not just traditional methods like consciousness, like meditation and going into nature, but augmenting them wisely, if we are smart, with good technology. There's more, of course. There are new technologies that are changing the world, arising from combinations of the previous technologies: driverless cars, geoengineering, drone swarms. But as I said earlier, the most important thing here is the human element. And the most important technologies, the ones which will determine whether these other technologies lead to a better world or a worse world, whether they lead to better, smart rural communities or worse rural communities, will be how we operate the technologies of social tech. Things like, how do we apply the financial resources wisely? How do we store the data on clouds in ways that's accessible to everybody? How do we ensure that it's free from tampering with things like the blockchain and distributed ledgers? How do we modify the mechanisms of the markets to avoid market failures and financial crashes, and instead do we have markets working well? Or how do we operate the regulations in a way that keep up with the requirements of changing technology instead of lagging behind, and regulating yesterday's problems instead of tomorrow's opportunities? How do we ensure that our private things remain private, that our systems remain secure? All of these technologies are perhaps even more important than the ones in NBIC. And I've left the last two most important technologies till now. The technologies for better politics, so that the best ideas rise to the surface instead of the loudest ideas or the ideas of the people with the richest pockets. And the technologies for truly better education, so that we can very quickly bring people up to be full citizens of this rapidly changing world. I'll end with a couple of thoughts about the implications for smart rural communities. As I've said, we have to anticipate not just technology changes, but changes in what humans want and value and prioritize. One thing we can already see, more and more people are unhappy with some of the side effects of industrial capitalism, worried about the destruction of nature, especially due to the emission of greenhouse gases. So we can anticipate fairly easily the growing importance of green technology, even more than we've seen already. I mention this as a lead-in to another kind of adverse reaction to capitalism, a different kind of reaction to the surveillance and manipulation which people increasingly realize is happening. So we will be concerned not just about the destruction of nature, but the alteration in a bad way of human nature. Concern about the destruction of our freedom to make informed choices, because increasingly we know we are being tracked by Google Maps and Google Mail and Facebook likes. We are being tracked by all kinds of cameras, which are influencing our democracy, not in a good way. And as people realize this, there is more of a techlash, a backlash against technology, and an insistence that these systems be transparent and accountable, and an insistence that these companies, which are doing wonderful things but are also doing terrible things, that they are brought under democratic control. This backlash, this techlash is going to grow, and we should be smart and get ahead of that trend. There are implications in terms of the technologies to build vibrant rural communities. I'm sure the other speakers are going to say more about this. That people feel connected even though they are remote, via what we're doing today, this video communications, but more immersive as we put on our headsets and as we feel sensory, tactile feedback through costumes or gloves that we might put on that give us more of a feeling of connecting even though we are remote. That this system must be secure, because in the future, sadly, there's going to be more crime from online hacking. It's very profitable for people who are interested in crime to do your crime online. We have to be even more secure than before. And then there's the question of bringing down the cost of high quality facilities and accommodation around the country with the technologies that can decrease the costs, like
3D printing, modular construction, drone surveillance to find faults early, nanotech for better recycling rather than waste. But the most important thing that will make people want to stay in the local communities and enjoy staying in the local communities is a powerful sense that there is a positive future there. The future is not just in the big cities, but it is local too. So this vision, I think, is increasingly important, that humans can flourish fully everywhere with no one left behind. That the fruits of the abundance of these wonderful technologies can be shared with everybody, not just those who happen to be in the big cities, those indeed who have work. Because my answer to the question, whose jobs are going to be taken by the robots, is probably almost everybody. And we have to find the ways then to share the fruits of the robots' work with everybody. And so the most important issue is not just how do we retrain people to work, but how do we alter this contract of society so that everybody is looked after in some way, perhaps by a universal basic income, more likely by making the costs of living lower and lower. So that's my thoughts about the implications for smart rural communities. My advice is don't underestimate the pace of change. Be ready for more change than you had in mind, and be ready to think about the human dimension even more than the technological dimension. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Woods. This was very, very interesting, and I felt this powerful sense, or I feel this powerful sense of a positive future here in Iceland, and here where we live in the northwest of Iceland. But I think the fruits of the abundance, we must think about how we will distribute this better. En við förum núna, það hefur orðið dagskrárbreyting frá upphaflega auglýstri dagskrá, en Stafrænt Ísland ætlaði að vera á dagskránni núna en afboðuðu þátttöku sína fyrir 2 dögum. Við förum því í næsta dagskrárlið sem hún Eva Pandora Baldursdóttir. Hún starfar hjá Byggðastofnun og vinnur ötullega verkefnum í brothættum byggðarlögum allt land. Hún vinnur svo ötullega að hún talar í dag frá Þingeyri, sem einmitt eitt af þeim brothættu byggðarlögum sem hún að vinna með. En hún ætlar að segja okkur frá Interface sem Erasmus Plus, samstarfsverkefni milli Íslands, Írlands, Búlgaríu, Grikklands og Ítalíu. Og það verður spennandi að heyra það sem hún hefur að segja. Gjörðu svo vel, Eva Pandora. Kærlega, takk kærlega fyrir Siri. Sjáuðu mig? Ég sé... já. Við sjáum þig. Flott. Ég var ekki viss. Ég nýgræðingur í þessari tækni. En eins og hún Sirrý nefndi, þá ætla ég að tala nei, ekki þetta. Afsakið. Svona þetta að gera þetta. Já, eins og hún Sirrý kom inn á, þá eru við hjá Byggðastofnun að vinna í verkefni sem heitir Interface, eða Innovation and Entrepreneurship for Fragile Communities in Europe. Eða á íslensku myndi þetta kannski þýðast sem nýsköpun og frumkvöðlastarf í brothættum byggðarlögum í Evrópu. En þetta sem sagt, við vorum með lokaráðstefnu verkefnisins í sumar og fengum hana Ásthildi Sturludóttur til þess að koma og opna þá ráðstefnu, og hún kom með nokkra góða punkta sem ég ætla að leyfa mér að hafa eftir henni. En hún sagði að eitt mikilvægasta mál til þess að styrkja jaðarsamfélög er að auka þekkingu í samfélaginu. Það skiptir máli að auka þekkingu og færni til að takast á við nýja tíma, 4. iðnbyltinguna og allar áskoranir sem henni fylgja. Þessi punktur er mjög mikilvægur fyrir okkur sem unnum að þessu Interface-verkefni, því að verkefni miðar að því að styrkja og mennta og auka færni íbúa í brothættum byggðarlögum til þess að það dreifi út frá sér og þeir aðstoði svo aðra íbúa í sínum samfélögum til þess að vinna að frumkvöðlastarfi. Og í litlum samfélögum, eins og við höfum í brothættum byggðarlögum, þá
skiptir hver einasti maður afskaplega miklu máli. Og Ásthildur segir, verandi íbúi í samfélagi þá skiptir höfuðmáli að taka þátt. Ef þú gera það ekki, hver á þá að gera það? Á ég að gera það? Ef þú vilt leikfélag, skaltu stofna eitt. Ef þú vilt fá listsýningar, skaltu halda þér. Ef þú vilt stuðla að framförum, skaltu taka þátt í bæjarmálum. Að koma málum áfram verður á ábyrgð allra, ekki bara þeirra sem stýra. Og þessi punktur einmitt afskaplega mikilvægur því hver og einn einstaklingur í smærri samfélögum afskaplega mikilvægur og getur látið margt gott að sér leiða. Og ef þessir einstaklingar eru þjálfaðir og þeir eru menntaðir, þá eru þeir ennþá betur í stakk búnir til þess að gera eitthvað í samfélaginu sínu. En svo komum líka á einn punkt sem einnig mikilvægur, að atgervisflótti mikill og vonir og væntingar nútímans eru aðrar en þær voru áður og það allra mikilvægasta fyrir lítil samfélög menntun, þáttaka og kærleikur gagnvart náunganum. Og þetta get ég heilshugar tekið undir. En þetta Erasmus Plus verkefni, Interface okkar, það kom til, það byggt að hluta til á brothættum byggðum. En brothættar byggðir verkefni sem við höfum verið að vinna að hjá Byggðastofnun síðan 2012 og miðar að því að valdefla samfélög til þess að láta eitthvað gerast í sínu byggðarlagi. Og þetta það sem við köllum svo sem grasrótarverkefni, þar sem unnið frá bottom-up approach, þar sem það á forsendum íbúana sem hlutinni gerast. Það var annað Erasmus Plus verkefni unnið hérna fyrir nokkrum árum og svo sem kannski aðdragandi interface-verkefnisins sem heitir FIERE. En þá var farið í að greina ákveðna hæfniþætti í minni byggðarlögum, hvaða hæfniþættir eru mikilvægastir fyrir byggðarlögin og svo byggjum við ofan á það í interface-verkefninu. En brothættar byggðir, hver staðan þar? Og það verður bara satt að segjast að hún mjög misjöfn eftir byggðarlögum. En það sem þessi byggðarlög eiga oftast sameiginlegt að það fámennur hópur sem virkastur í samfélaginu. Og allir þeir sem hafa búið í eða komið í lítil byggðarlög kannast við það. Það kannski sama manneskjan sem sér kaffihúsið og gistiheimilið og hún líka kannski formaður kvenfélagsins og sér allar jarðarfarir og þetta eitthvað sem við öll könnumst örugglega vel við. En þessi fámenni hópur þá ef að langur tími líður og þessi hópur nær ekki að virkja aðra í samfélaginu til að taka einnig þátt, þá getur þessi hópur þreyst og það mjög krefjandi að vera þessi aktífi maur í sínu samfélagi. Þau í fjölmörgu verkefnum og ofhlaðni verkefnum. Og þar leiðandi hafa þessir þó kraftmiklu einstaklingar oft lítinn tíma til þess að sinna frumkvöðlastarfi. Annað sem þessi brothættu byggðarlög eiga sameiginlegt að þau eru oft á þannig stöðum að aðgangur á þjónustu og fjármunum lakari heldur en víðast annars staðar. Þannig að það á sér líka stað ákveðin markaðsbrestur sem við erum að reyna að koma til móts við. En í okkar verklagi í brothættu byggðum þá ráðum við til starfa verkefnisstjóra sem gjarnan búsettur í byggðarlaginu sjálfu, annarkvort þá íbúi sem býr þar nú þegar eða utan að koma til sem kemur og flytur á staðinn. Og þeirra helsta hæfni sem þau þurfa að búa yfir það að geta stutt við bakið á íbúunum og hvetja þessa frumkvöðla til þess að fylgja sínum hugmyndum eftir. Við erum ekki að ráða verkefnisstjóra til þess að koma og gera allt og sjá allt og koma allir verkefnum á stað. Þá þegar verkefnin líkur og viðkomandi verkefnisstjóri kannski fer á byggðarlaginu þá þetta ekki sjálfbært, þá stendur ekkert eftir. Við viljum að þessi verkefnisstjóri styðji við íbúana og þetta það sem meðal annars sem við erum búin að þjálfa þessa verkefnisstjóra í gegnum Interface verkefnið. Í FIERE verkefninu þar sem útlæst sem svæðisbundin þróun nýsköpunar og frumkvöðla hugsunar í Evrópu. Þá ákveðnir færniþættir greindir sem við sem aðalega verkefnisins telja vera hvað mikilvægast að það kemur að nýsköpun og frumkvöðlastarfi í brothættum byggðarlögum. En það eru sköpunargáfa, greiningarhæfileikar, útsjónarsemi, leiðtogahæfileikar og segla.
Og við gerðum könnun meðal nokkurra brothættabyggðarlaga í Evrópu, á Íslandi og Grikklandi, Ítalíu, Írlandi og Búlgaríu. Og það var heilt yfir, það var nokkur samstaða að þetta væru allra mikilvægustu færniþættirnir þegar kæmu að því að halda uppi nýsköpunar og frumkvöðlastarfsemi í litlum byggðarlögum. En hér sjáum við samstarfsaðilinn okkar í verkefninu. Byggðastofnun leiðir verkefnið, en hér á Íslandi Háskólinn á Bifröst einnig þátttakandi. Í Gríklandi erum við með Aitoliki sem atvinnuþróunarfélag í vesturhluta Grikklands. Við erum með Sesi á Ítalíu sem þetta menntastofnun sem starfar í rauninni víðsvegar Evrópu en með aðsetur á Sikiley í Ítalíu. Svo erum við með Tóra Consult sem ráðgjafafyrirtæki í Búlgaríu og svo Tipperary County Council sem í rauninni bara svona sveitafélag á Írlandi. En verkefni hófst þannig að þetta stendur í 2 ár. Þetta hófst 1. september 2017 og lauk nú 31. ágúst 2019. En samkvæmt verkefnisáætluninni þá unnum við í 4 fösum. Fyrst byrjum við ákveðinni gloppugreiningu, þar sem við gerðum greiningu á okkar byggðarlögum á okkar svæðum og völdum þannig samstarfsbyggðarlög út frá því hvar þjálfunin gæti helst nýst sem best. Og þarna fór líka einmitt fram rannsóknin á hvaða hæfniþættir geti helst gagnast í okkar brothættu byggðarlögum og svo þegar við vorum komið með byggðarlögin okkar þá tók við val á einstaklingum sem gátu og vildu taka þátt í svona tilraunaþjálfun. Næst fórum við að þróa námsáætlun og þetta gerðist í rauninni kannski á svipuðum tíma þar sem við byggðum upp námsáætlun og námsefni á þessum færniþáttum sem við vildum þjálfa upp í byggðarlögunum. Þriðji fasi var svokölluð pröfuþjálfun, þar sem allir nemendurnir okkar og hér á Íslandi vorum við svo heppin að við vorum í nánu samstarfi við brothættabyggðir, þannig að við vorum nú þegar með 8 verkefnisstjóra í okkar brothættu byggðarlögum sem gátu tekið þátt og að sögn þá voru þau mjög ánægð með þetta. En þarna við hittumst nokkur sinnum bara víðsvegar landið og vorum með vinnustofur, sameiginlega vinnustofur, það voru heimaverkefni, þannig að þetta var í rauninni, bara eins og nám. Seinasti fasin var í rauninni að búa til rafrænan kynningar og samstarfsvettvang, þannig að verkefni geti skilið eitthvað eftir sig í framtíðinni. En útkoman og af hverju vorum við að gera þetta, en við vonumst til þess að þetta verkefni og þessi þjálfun sem fólkið fór í gegnum muni skila sterkari einstaklingum í þessum brothættu byggðarlögum og þar að leiðandi auknu frumkvæði í byggðarlögunum. Þannig að þessir aðilar geti líka deilt sinni þekkingu til annarra frumkvöðla í sínum byggðarlögum. Við vonum svo líka að áætlunin, þjálfunaráætlunin og námsefni sem við byggum til nýtist áfram og höfum verið í samtali við aðila og menntamálaráðuneytinu hvort að þetta gæti eitthvað nýst sem mögulegt námsefni annarkvort í framhaldsskóla eða háskóla. En það lengri tíma hugsun en það draumurinn að þetta geti þá nýst áfram. Og þó að það myndi kannski ekki fara þá leið, þá erum við með rafrænan vettvang þar sem hægt að sækja námsefni og við erum að vinna núna, erum að loka metrum með að gera það opið og aðgengilegt öllum sem hafa áhuga. Já, þegar við vorum að vinna í gloppugreiningunni þá kom í ljós að flestir þeir sem höfðu áhuga að taka þátt í interface-verkefninu voru nú þegar búnir að taka þátt í einhverjum aðgerðum til þess að rauninni bæta samfélagið sitt eða takast á við erfiðar aðstæður í samfélaginu. Þetta voru allt frumkvöðlar, þannig að þetta styrkti líka þá gott okkar að þessir aðilar, þessi frumkvöðlar í samfélaginu eru nú þegar alltaf búin að vera í þessu. Þetta svona þeirra hugsunáttir, þeir vilja gera eitthvað í samfélaginu sitt og þeir gera mikið. En það sem var eitt mjög áhugavert að því að við spurðum út hvaðan frumkvæðið að þessum aðgerðum sem við tókum þátt í, hvaðan þetta frumkvæði kom. Og
oftast nær þá kom frumkvæðið að aðgerðum fyrir byggðarlögin frá nærsamfélaginu en ekki ríkisvaldinu. En þetta voru sveitarfélögin, þetta voru einkafyrirtæki, sjálfboðaliðasamtök eða þá bara einstaklingur sjálfir. Það var allt þannig, sko, öllum tilvikum í Búlgaríu og Grikklandi, þá var það einstaklingurinn sjálfur sem kom með einhverja aðgerðir, sem var mjög áhugavert. Svona í ljósi þess til dæmis á Íslandi þá hefur sko, verkefni okkar í brotandi byggðum verið svona, já, samstarfsverkefni ríkisvaldsins og nærsamfélagsins. En hver svo einmitt reynsla okkar verkefnisaðilana eftir þátttöku í þessu verkefni? Eins og ég nefndi áðan, það hafði Ísland ákveðið forskot í verkefninu af því að það voru mikil samlegar áhrif milli Interface-verkefnisins og brotandi byggða, þar sem við höfum nú þegar tiltaka verkefnisstjóra sem voru nú þegar í þessum hlutverkum. Þannig að okkar sko, vinna í þessu verkefni studdi mjög vel við þeirra vinnu og við gátum styrkt þau í starfi sem var mjög gott. En önnur lönd sem voru ekki nú þegar með þetta tengslanet fundu fyrir að þau áttu erfitt með að fá fólk til þess að skuldbinda sig til þess að taka þátt í verkefninu því að þetta var verkefni sem sett var upp yfir heilan vetur. Og þetta var auðvitað ólaunað verkefni, þannig að það þurfti mikið að treysta bara á áhuga þáttakandana til þess að taka þátt í þessu. Þrátt fyrir það gekk það vel í Grikklandi og Búlgaríu þá tókst þeim að klára verkefnið með nægum þáttakendum. Á Írlandi þá þurftu þau að aðlaga sig að aðstæðum. Þá héldu þau í rauninni það sem þau kölluðu masterclass, þá skiptuðu námsefnin upp í nokkra hluta og héldu námskeið, stök námskeið. En fólk þurfti þó ekki í rauninni að skuldbinda sig til þess að taka þátt í öllu saman. Heldur var hluti sem kom á einn viðburð ekki annan og þau voru oftast nær að sjá nýtt fólk á hverju námskeiði. En þetta líka bara að sýna það að við þurfum að vera sveigjanleg bæði sko í allri framsetningu verkefnisins og til þess að aðlaga það að bara þörfum hver staðar. En svo var eitt kannski helsta vandamálið, það var á Ítalíu, það sem Cesi valdi Palermo í Sikiley til þess að vera sitt byggðarlag. En þau eru að glíma við annars konar vandamál heldur en við hin löndin þurfum að glíma við. En það er mafíustarfsemi rosalega mikil og það var erfitt að fá fólk til þess að reyna sporna við því. Og við sýndum þeirri aðstöður alltaf bara fulla skilning, en þeim tókst samt sem áður að klára verkefnið bara vel, en þá rauninni það sem þau gerðu var að fá sko eldri og reyndari aðila í samfélaginu sem höfðu kannski verið virkir áður til þess að taka þátt og eiginlega þjálfa upp yngri og fólk sem hafði ekki haft þessa reynslu af samfélaginu en höfðu það kannski menntun og færni. Þannig að það var áhugavert hvernig þau náðu einhvern veginn að sameina þetta tvennt. Og einmitt, seinasta aðferðin okkar, þessi rafræni samskiptavettvangur sem þau bjuggu til út í Ítalíu, hann þetta mestu tilbúinn og hann þetta nálgast í gegnum heimasíðuna sem interfaceproject.eu og þar eru við með svokallan opin aðgang eða Open Educational Resource, þar sem öll kennslugögnin eru og allt efnið mun vera til staðar þar. Bæði það samskiptavefur, hægt að hafa samskipti við fólk sem hefur tekið þátt í verkefninu og ég hvet alltaf að kynna sér þetta. Þannig spennandi heimasíðu. Við hittumst 4 sinnum á verkefnistímabilinu. Við vorum með fyrsta fundir okkar á Grikklandi, þar sem verkefnisaðilar kynntust og lögðu línurnar fyrir verkefnið. Þetta var í byrjun verkefnis árið 2017. Næst var fundur á Írlandi. Þar vorum við í rauninni búin að móta námskrána og vorum að fara yfir námskrána saman og aðlaga hana að
Ég ætla ekki að segja hverju er landi því að námskráin sjálfsög svo sama, en þarna var hægt að draga fram áherslur landana. Svo hittust við á Ítalíu, sem var mjög áhugavert og þar fórum við yfir prufþjálfunina og svo hittust við hér á Íslandi í sumar til þess að fara yfir verkefnið. Námskráin, eins og ég sagði áðan, þá áherslan styðjið við baki á einstaklingnum í þeirra eigin verkefnum og lausnum með aðferðum markþjálfunar. Námskeiðið byggðist á staðarlótum og heimavinnu og við fengum mjög fína þáttöku hérna á Íslandi eins og ég var búin að koma inn á. En eitt af verkefnum sem nemendurnir okkar þurftu að gera var sem sagt að skipuleggja íbúafundi í samstarfi við hagaðila og þarna fengum við mjög fína fundi þar sem þessir aðilar tóku frumkvæði að því að til dæmi þá þátttakendur okkar á Borgarfirði Eystri, við vorum með 2 þátttakendur þar, bæði verkefnisstjórn okkar í Brjótandi byggðum og 1 íbúa sem var mjög áhugasamur. Þau skipulögðu fund með Heilbrigðisstofnun Austurlands af því að það vantaði frekari heilbrigðisþjónustu og íbúarnir vildu fá hjúkrunarfræðing til starfa og það hafði ekki verið hjúkrunarfræðingur þar í 4 ár og svo núna fyrir nokkrum dögum sá ég auglýsingum að búið að ráða hjúkrunarfræðing til starfa á Borgarfirði Eystri sem var mjög, mjög ánægjulegt. Þetta einmitt frá einni lotin okkar hér á Íslandi. Hér námskráin en hana má líka kynna sér á heimasíðunni. Því ég sé að ég búin að fara langt fram yfir tíma minn og ég biðst afsökunar á því þannig að ég ætla að fara hrætt í gegnum restina. Hérna einmitt rafræni samskiptavettvangurinn sem líka hægt að finna á heimasíðunni. Næstu skref einmitt að taka saman allar niðurstöðurnar, skrifa skýrslu og svo ákveða hvað við getum gert við þetta í framhaldinu. Takk fyrir. Takk kærlega fyrir, Eva Pandóra. Við erum ennþá að þróa hvernig fundastjóri veifar þeim sem eru konur fram á tíma með rauðaspjaldinu. Þannig að við þurfum að vinna í því. Takk kærlega fyrir. Takk fyrir það. Ég heiti Marja Kristmundsdóttir og ef ykkur finnst það þægilegra þá með ég kalla mig framkvæmdastjóra tækni og þróunar, svona einfaldara. Mér langar til þess að segja ykkur frá svona minni sýn á 4. iðnbyltinguna og út frá mínum iðnaði og sérstaklega með tilliti til dreifðra byggða og sérstöðu dreifðra byggða. Mér finnst eiginlega ekki hægt að tala um 4. iðnbyltinguna öðru en að horfa tilbaka og horfa á fyrstu 3 ár. Og mér langar til að tala um þetta fólk hérna á myndinni sem eru amma mín og afi og þau sem sagt standa þarna í dyrunum á Skeggjastöðum í Bakkafirði. Þar sem að þau voru sem sagt að flytja þangað lýðveldisárið 1944 og þau má segja kannski svona eru og þetta fólk þverskurðurinn af þessum iðnbyltingum sem hafa orðið þar sem að fyrsta iðnbyltingin að líða undir lok og svo önnur að taka við. Stelpan hann á myndinni er mamma mín og 10 ára gömul var hún farin að keyra fyrstu dráttarvélina í sveitinni. Þannig að þetta gefur svona kannski svona þverskurð af þessu. En þessi hjón, Guðríður og Sigmar á Skeggjastöðum, voru bæði fædd við erfiðar aðstæður og Guðríður var fædd í Helli, Kolsúshelli í Flóa og Sigmar var fæddur í Hofi í Norðfirði, þar sem að foreldrar hans voru vinnufólk. En þau eignuðust 6 börn, ráku pressetur sveitarinnar í 44 ár sem voru á þeim tíma allt í senn fjárbú, kúabú, grunnskóli, bókasafn, samkomustaður og sálgæslustaður og svo sinntu þau bæði hvor á sínum tímanum oddvitastörfum og Sigmar var hreppstjóri. Þau börjust fyrir atvinnuuppbyggingu á Austurlandi og stofnuðu ræktunarsamband unnið að framförum líkt og skólabyggingu og hafnarframkvæmdum Bakkafirði. Þau eru ekki einsdæmi og eins og Eva kom svo vel inn á áðan að þá eru hlutverkin í dreifðum byggðum alltaf einstaklingurinn verður rosalega mikilvægur og ábyrgð samfélagsins dreifist á færri einstaklinga. Og þetta upplifði ég mjög sterkt sjálf eftir ég flutti austur á land því ég fæddi og uppalin í Reykjavík.
Og í mínum huga eru þetta sérkenni dreifða byggða. Hver og einn hefur fjölbreyttari hlutverk, minni kannski sérhæfingu en meiri breiðari þekkingu á fleiri sviðum. Og þetta held ég að við getum tekið með okkur inn í 4. iðnbyltinguna. Skipta. Og við hjá Alcoa Fjarðaáli, við tökum líka samfélagsábyrgð okkar mjög alvarlega og erum í raun og veru mjög stór hluti í litlu samfélagi og við höfum þannig fjölbreytt hlutverk. Við erum ábyrgur og öruggur staður til að vinna á. Við erum ábyrgur við erum menntastofnun. Við hliðina á okkur í næstu stofu við störf stóriðjuskóli Alcoa Fjarðaáls og við höfum fengið menntaverðlaun atvinnulífsins meðal annars. Við rekum heilbrigðisþjónustu, heilsugæslu á staðnum og við rekum líka velferðarþjónustu fyrir starfsfólki okkar og við erum nokkurs konar félagsmiðstöð, við erum með starfandi slökkvilið, mötuneyti, bakari og svo framvegis. Þannig að við erum mjög meðvituð þetta hlutverk sem við gegnum í þessu litla samfélagi. En í upphafi 4. iðnbyltingarinnar er auðvelt að fjarlægast það sammannlega og horfa frekar á tækniundurinn. En fyrri iðnbyltingar hafa vissulega haft í för með sér aukna framleiðni. Við þurfum að horfa á lífsgæði út frá mörgum þáttum og ekki nægilegt að horfa einungis á fjárhagslega mælikvarða. Við höfum sett okkur markmið í samfélagsábyrgð og ég vil benda ykkur á samfélagsskýrsluna okkar, samfélagsskýrsla.is og þar höfum við meðal annars sett okkur markmið samkvæmt heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna og gildum Alcoa sem eru heilindi, umhyggja og árangur. Ég legg til að við tökum ekki 4. iðnbyltingunni sem einhverju ógnarafli sem mun dynja yfir okkur án þess að við fáum nokkuð að gert. 4. iðnbyltingin þarf að mótast að þörfum samfélagsins og þess sem við metum sem lífsgæði. Við höfum í hendi okkar að gera 4. iðnbyltinguna að afli til góðs í þeim samfélögum sem við búum í til heilla fyrir komandi kynslóðir. Að því sögðu vil ég segja ykkur pínlítið frá framþróuninni sem er eiga sér stað í Fjarðaáli í dag. Hérna sjáum við virðiskeðjun okkar og þetta eru upplýsingar úr samfélagsskýrslunni sem þið getið séð á netinu en útflutningsverðmæti Fjarðaáls í heild eru tæplega 90 milljarðar króna á ári, þetta er árið 2018. Og mig langar að við förum bara aðeins yfir virðiskeðjuna og hver tækifærin eru á hverjum stað í virðiskeðjunni. Í Kerskálanum höfum við verið að vinna sjálfvirkni krana og við sjáum það að sjálfvirkni búnaðar eykur öryggi starfsmanna og framleiðni okkar á sama tíma. Sjálfvirkir kranar eru í raun og veru framtíðin, alsjálfvirkir eða hálfsjálfvirkir kranar og sem að væri jafnvel hægt að stýra úr fjarlægð. Næstu skref í þróun eru til dæmis að eiga sjálfvirk skautskipti og þykjur skauta, sjálfvirka áltöku og mögulega sjálfvirka samsetningu skauta í skautsmiði. Ásamt fleiru. Og hérna sjáum við hvernig kraninn okkar getur mögulega skynja það sem er fyrir neðan hann og jafnvel starfsfólkið, það sem og aukið þannig öryggið. Ef við skoðum svo sjálfkeyrandi ökutæki, það er mjög raunhæft næsta skref í þróun hjá okkur. Við getum séð fyrir okkur að við keyrum skautin sjálfkrafa frá höfninni og upp í skautsmiðju, að við setjum líka samsett skaut frá skautsmiðjunni inn í Kerskálan og þarna er mynd af bráðnum málmi á leið yfir í steypuskálan og það er verið byrjað að þróa það í systurálfurum okkar í Kanada. Og svo sjáum við að lokum sjálfkeyrandi fleti fyrir gáma sem eru víða við störf í höfnum í heiminum. Við skiptum með á næstu glæru. Þetta er bara allt. Hérna sjáum við hvernig þróunin er að verða. Þarna vinstra megin sjáum við hvernig, þarna vinstra megin sjáum við hvernig í raun og veru staðan er í dag. Við erum með mikla spjaldtöluvæðingu í gangi núna. Það er meðal annars þannig að starfsmenn og nýjasta þróun okkar þannig að starfsmenn
eru með vaktakerfið í símanum sínum og óska eftir vöktum sjálfir að heiman frá sér. Við sjáum líka að við erum með viðhaldsforritið okkar allt á spjaldtölum, þannig að iðnaðarmenn eru að í auknum mæli að skrá viðhald og framkoma viðhald með gögnum úr spjaldtölvum og við fylgjumst með framleiðslu í gegnum spjaldtölur einnig. Við erum líka að færast yfir það að hafa vídeó á vídeóformati, alla þjálfun, en í framtíðinu má sjá fyrir sér að öryggishjálmarnir okkar verði hreinlega með öllu þessu innbyggðu og við sjáum fyrir okkur aukinn raunveruleika þar sem að starfsmaðurinn er í rauninni staddur inn í forritunum sjálfum og getur séð fyrir sér allar upplýsingar, jafnvel myndir úr hitamyndavélum, upplýsingar vélar og jafnvel þjálfunina einnig. Þannig sjáum við svona þennan samruna upplýsingakerfa gerast. Þetta er svona verksmiðja framtíðarinnar. Það er eiginlega ekki hægt að tala um tækniþróun öðruvísi en að tala ELYSIS sem er á næstu klæri. ELYSIS er samstarfsverkefni Rio Tinto, Alcoa, Apple og Quebec héraðs í Kanada. Og þar erum við að vinna að umhverfisvænni álframleiðslutækni með óvirkum skautum. Og sem að gera það verkum að kolefni fer þá í raun og veru algjörlega út úr framleiðsluferlinu og við erum að framleiða súrefni í stað losunar kolefnisgass. Þannig að það er í raun og veru framtíðin og það er mjög mikilvægur þáttur í að vera samfélagslega ábyrg og ég vona svo sannarlega að þetta verði að veruleika hér á Íslandi en þeir gefa sér fram til 2024 til þess að þróa þessa tækni til innleiðingar. Næsta glæra. Já, það sem er líka að fara að gerast er að eins og við vitum þá er mikið samstarf við móðurfélag og mikið samstarf á milli svæða. Við erum á stóru svæði hjá Alcoa Fjarðaáli og það er alveg viðbúið að fjarvinna með heilmyndum eins og Dave kom inn á og fjarfundir verði mun skilvirkari og betri. Við hefum nú þegar byrjað að nota Teams mjög mikið bæði í samskiptum milli vakta og líka með fjarfundum. Og er mynd af henni Birnu Dögg sem var hún var sagan hennar var sögð á Microsoft ráðstefnunni, Inspire ráðstefnunni í Kaliforníu á dögunum og í rauninni sagan af innleiðingu Alcoa Fjarðaáls á Teams. Og gaman að segja frá því. Og í sömu ráðstefnu var sýnt þessi tækni Microsoft heilmyndir sem þið sjáu þarna neðst í hægra horninu. Og þar er verið að þýða í raun og veru frá ensku yfir á japönsku og heilmyndin talar á japönsku en manneskjan talar á ensku. Og þannig getum við séð fyrir okkur að fundir framtíðarinnar verði. En hvað þurfum við til þess að skapa þessa framtíð, ef þú skiptir á næsti? Ég tel okkur þurfa ekki bara tækniþekkingu, við þurfum auðvitað mjög mikið af tækniþekkingu og við þurfum samstarf við byrgjana okkar í samfélaginu til þess að búa til þessa tækniþekkingu. Og við þurfum mikla menntun og fólks með fjölbreyttan bakgrunn, sérstaklega iðnmennta og tæknimennta, en líka fólk úr félagsfræðigreinum og listgreinum. Og við þurfum að vinna í þverfaglegum teymum þar sem að fjölbreytt reynsla er metin af verðleikum. Við þurfum fjölbreytta menntun út í dreifðu byggðir og við þurfum mikla símenntun. Í mínu teymi starfa verkfræðingar, tæknifræðingar, tölvunarfræðingar og kerfisfræðingar en einnig viðskiptafræðingar, bókmenntafræðingar, lyfjafræðingar og bókasafnsfræðingar. Og margir þeirra eru í björgunarsveitum, starfa í sveitastjórnum, kvenfélögum, íþróttafélögum og hestamannafélögum, svo eitthvað sem nefnt. Og öll erum við á einn eða annan hátt verkefnastjórar sem þurfum að skipuleggja, stýra og innleiða þessar breytingar á einn eða annan hátt. Mín skoðun er sú að í dreifðum byggðum á nýjum tímum þurfum við að skapa fjölbreytt mannlíf. Við þurfum að byggja á því sammannlega, gagnrýnni hugsun, samkennd, manngæsku og sköpunargáfu og vinna á samfélagslega ábyrgan hátt til að skapa þann heim sem við viljum sjá.
Iðnaður er mjög mikilvægur en hann þarf að vera samfélagslega ábyrgur. Takk fyrir. Já, María, takk kærlega fyrir þetta. Þetta var ákaflega áhugavert og spennandi framtíðarmynd sem María dró upp. Frá Akureyri, sem að núna á að taka við, talar Garðar Már Birgisson, viðskiptastjóri Þulu. Þula er norrlenskt hugbúnaðarfyrirtæki, sérhæft í heilbrigðislausnum og þróar og þjónustar hugbúnaðarlausnir sem auka öryggi sjúklinga. Og gjörðu svo vel, Garðar, og þú hefur orðið. Já, takk fyrir. Heyriði mér. Heyrum vel í þér. Já, það er verið að græja hérna glærurnar. Já, ég kannski byrjaði að kynna mig. Ég heiti Garðar Birgisson og starfa hjá hugbúnaðarfyrirtækinu Þulu sem er statt hérna í næsta húsi við Nýsköpunarmiðstöð og við þróum hugbúnað fyrir heilbrigðisstofnanir. Förum bara hérna upp. Ok. Þetta er komið. Ég vona að þið heyrið í mér. Ég heiti Garðar Birgisson og starfa hjá hugbúnaðarfyrirtækinu Þulu sem er með bækistöðvar hér á Akureyri. Og ég ætla að tala inn í þetta umfjöllunarefni hérna út frá okkar veruleika og því sem við erum að fást við. Það er svolítið áskorun fyrir mig að ná að koma ykkur frá mér að 10 mínútum en ég vona að ég nái þínu samt. Allt sem við gerum hefur það að markmiði að auka öryggi sjúklinga og leiða til hagkvæmni í rekstri hjá heilbrigðisstofnunum. Lausnir okkar hafa verið settar upp á yfir 1000 stöðum og daglegir notendur áætlum við að sé einhverstaðar kannski 50, 60, 70.000 dagvern. Við höfum starfað í þessu með einu öðrum hætti í 20 ár þó að félagið sé í rauninni stofnað áramótin 2011-2012 og þá er kjarninn sem stendur að baki félaginu búin að vinna saman býsna lengi. Reynslan okkar kemur frá nokkrum mörkuðum og hjá félaginu starfa í dag 25 manns þannig að við höfum í rauninni búið til 25 störf hérna frá árinu 2011. Okkur hefur gengið vel og eigum faststæðan rekstur að baki og höfum verið í góðum verkefnum. En við höfum líka notið mjög góð stuðnings bæði frá nærumhverfinu hérna, Atvinnuþróunarfélaginu og Rannís. Og síðan erum við núna að sækja stuðning til Evrópusambandsins í Horizon 2020 áætlunina. Hvernig fletti ég hérna? Þetta má alveg upp í mín vegna þannig að það var ráðan sko. Bara þessi hérna, ok. Hvað er þetta? Já. Hvernig tengjumst við þessum byltingum sem við erum búin að vera að tala í dag, bæði þá 3. og 4. byltingunni? Annars vegar þá erum við að vinna mjög sérhæfðar lausnir sem byggja á upplýsingatækni og sjálfvirkni og við vinnum þessa vinnu meira að minna alla héðan frá Akureyri á hjara veraldar eiginlega og það sem gerir það kleift er að við erum með mjög góðar tengingar við umheiminn og svona góða tæknilega innviði sem er algjört lykilatriði. Hin hliðin á peningnum er það svo að það lausnir sem við búum til þær eru nýttar af heilbrigðisstofnunum víða heim
og þar erum við að beita upplýsingatækni og sjálfvirkni og í sumum tilfellum róbótum til þess að ná fram hagræðingu í rekstri. Og þó við séum ekki kannski komin beinlínis inn í það að hagnýta okkur gervigreind slíka, þá það bara næsta mál á dagskrá hjá okkur. Starfsemi okkar hefur snertingu við 5 lönd eins og staðan er núna og mikill meirihluti okkar viðskiptum utan Íslands, mest í Noregi. Það væri algjörlega útilokað fyrir okkur að starfa ekki þetta félag í þessari mynd hér á Akureyri á þess að við værum í svona góðu umhverfi, þar sem við höfum góða tæknilega innviði og það allt saman. En hefðbundnar samgöngur eru hins vegar dálítið erfiðari og það kannski það sem að okkur finnst þvælast mest fyrir okkur að þó að við eigum mjög greið samskipti í gegnum netið við okkar viðskiptavini, að þá komumst við ekki hjá því að hitta þá á og til, sérstaklega þegar við erum að selja nýja hluti og kostnaðurinn við að ferðast innanlands býsna mikill og síðan þetta ekstra 2 dagar við að fara í gegnum Keflavík þegar við erum að ferðast, það tekur líka sinn toll, þannig að það kannski ekki eins gott með hefðbundnu samgöngunar eins og þessar rafrænu. Nú eins og búið að fara hérna yfir í erindunum undan, að þá erum við að horfa fram á fordómalausar breytingar. Ég held að breytingarnir verði jafnvel meiri heldur en okkur óra fyrir. Og þá þetta áríðandi að huga að tækifærunum og í rauninni þessum breytingum sem munu eiga sér stað. Og eins og búið að fara gegnum hérna ágætlega, þá munu áhrifin á vinnumarkaði og samfélög verða gríðarmikil. Og í það minnsta held ég að samfélögin muni finna mjög mikið fyrir þessum breytingum. Þannig að það mikilvægt að horfa á tækifærin. Ég held að líka sé mjög mikilvægt að horfa á ógnirnar og hindranirnar. Og til þess að gera það, þá ágætt að horfa tilbaka eins og var gert hérna áðan þegar það var horft á 16 ára aftur í tíman. Og ef við horfum aðeins í baksýnisspegilinn og veltum fyrir okkur hvort að þriðja iðnbyltingin hefur gagnast dreifðum byggðum, þá ég ekkert alveg viss að svo hafi verið. Og eins og ég búinn að horfa á þetta í gegnum 20 ára eða eitthvað svoleiðis að þá hefur mér fundist oft á tíðum með talið þannig að tæknin muni verða innleitt og þá muni góðir hlutir gerast einhvern veginn af sjálfu sér. Og þegar menn verða tengdir við netið þá getur menn unnið hvað sem og svo framvegis. Ég ekkert viss að við séum að upplifa það hérna á Íslandi allavega. Og ef eitthvað þá held ég að ýmis starfsemi hafi akkurat farið í öfugátt, að við höfum séð í rauninni verkefni eða starfsemi fara í rauninni frá dreifðum byggðum og í þéttbýli. En við höfum líka séð störf sem hafa orðið til hérna og það eru þá svipar, og þessu var mikið hampa hérna fyrir nokkrum árum síðan að bakvinnsla væri núna mögulega Akureyri eða á Siglufirði eða eitthvað slíkt og símsvörun og hér væri útibú frá öðrum félögum og það allt saman. Og þetta eins og störf sem að skapa ekkit endilega mjög mikið í kringum sig í fyrsta lagi. Og þetta líka störf sem að eru mjög líklegir til þess að leggjast af þegar þessar tækni framfarir halda áfram. Þannig að ég held að við þurfum að vera svolítið gagnrýnin á þau líka hvernig störf verða til og við þurfum að reyna að byggja upp sem sagt, góð störf. Það sem við erum líka að horfa á er að bara svona eignarhald á flottum fyrirtækjum. Þegar þau eru búin að slíta baskónum hérna heima að þá flyst eignarhaldið oft á tíðum til annarra landa. Nýlegt dæmi er flott fyrirtæki sem heitir Tempo sem var selt erlendu fjárfestum daginn, fyrirtæki sem heitir Tölvuþekking sem gerir mjög flotta hluti í myndgreiningum hérna í gamla daga. Medai sem eitt flottasta startup fyrirtækið á Íslandi, CCP.
Þetta ekkert endilega slæm þróun en við þurfum að vera svolítið klók í því hvernig við stígum þessu öldu. Ef ég tek svona dæmi sem að standa okkur nær líka þá þetta til dæmis þannig að það nýbúin að eiga sér stað svona hljóðlátbylting sem þannig að hjúkrunarfræðingar á stofnunum, sjúkrahúsum og öldrunarstofnunum ekki lengur í því að tína til og lyf og skammta þau nema þetta gert allt öðru sem heldur þetta var gert áður. Þannig að hjúkrunarfræðingar út all land, öldrunarheimilum og heilbrigðisstofnunum höfðu það verkefni að undirbúa lífeiggjafahringi og gefa lyf. Núna nánast öllum lyfjum pakkað, lyf eru forskömmtuð og það gert með hagnýtingu á vélmennum, fjölskömmtunarvélmennum og þessi starfsemi öll í Reykjavík, þannig að öll lyfjakort þeirra sem liggja inni á sjúkrahúsum eru send með rafrænum hætti til Reykjavíkur. Þar eru mjög öflugir róbótar sem forskammta lyfin í poka og pokarnir eru síðan sendir út á land. Og þannig verið búið að taka fullt af vinnu sem áður var unnið af hjúkrunarfræðingum og það búið að færa hana til vélmenna. Og þetta í sjálfu sér bara frábær þróun og mjög góð. En punkturinn kannski þessi að þessi starfsemi graviteraði til Reykjavíkur. Hún hefði alveg getið verið á Blönduósi eða á Egilsstöðum eða einhvers staðar annars staðar. Og ef maður horfir aðeins svona í annað samhengi þá ekkert náttúrulega mögulega þetta sé á Íslandi vegna þess að það alveg hægt að senda þessi lyfjakort rafrænt til Þýskalands eða Belgíu eða eitthvað slíkt og senda forskömmtuð lyf til Íslands. Þannig að við þurfum að nýta tækifærin þegar það gefast. Það hægt að útvista miklu stærri og flóknari verkefnum og til dæmis þá eru sendir á Indlandi og víðar það sem fjöldi sérfræðinga sem eru sérhæfðir í úrlestri á tilteknum tegundum af röntgenmyndum eða sneiðmyndum og fullt af öðrum lækningum getur farið fram í gegnum netið og þarna held ég að við séum að horfa á það að í stað þess að læknisþjónusta sé kannski aðgengilegri í dreifðum byggðum og það mun mögulega færast bara á færri staði. Við höfum séð að prentiðnaður hefur færst úr landi, verslun að færast á netið og svona rekstur og hýsing tölvukerfa sem var til dæmis stór business hérna á Akureyri að hann meira og meira allir farin til Reykjavíkur. Þannig að ég held að við séum mjög mikið af áskorunum sem við þurfum að glíma við og ég held að við þurfum að grípa tækifærin þegar þau koma og nýta okkur og eins og með þessi fjölskylduna ef einhver klókur hefði komið á þessi tækifæri fyrir einhverjum árum síðan þá væri við mögulega með blóðlegan yfirna hérna á svæðinu. Nú, við eigum fjölda glæsilegra fyrirmynda, Marelössur erfðagreiningu, fyrirtæki sem að flytja út lausnir í sjávarútvegi eins og Skagan og 3R og fleiri. Ég örugglega að gleyma fjölda fyrirtækja. Þannig að þetta færir okkur heim sannleikann að við getum byggt upp þessi fyrirtæki á alþjóðlegum skala og þarna eru fyrirtæki sem að nota mjög svona háþróaða tækni eins og Marelössur hvort á sínu sviði. En þráttur að ég sé kannski að tala með svolítið neikvæðum hætti tækifærin og hvernig við höfum nýttu að þá höfum við líka í rauninni gripið ákveðin tækifæri og mér langar að nefna þetta bara svona kannski ekki random dæmi en dæmi svona sem eru hvertum sem mjög ólík. Kannski í fyrsta lagi þá okkar fyrirtæki sem að í rauninni með ákveðna sérfræði þekkingu. Og það sem að kannski hjálpar okkur hérna að við erum með sérfræði þekkingu sem við hefum byggt upp yfir mjög langan tíma. Við erum með háskóla hérna sem að með námsbrautir í hjúkrunarfræði og tölvunarfræði og það einmitt starfsfólki sem við erum með í vinnu við okkur. Við erum í hjúkrunarfræðinga og tölvunarfræðinga vinnu.
Við erum með sérgreinasjúkrahús hérna, annað tveggja, sem mjög gott að vinna með. Við erum með landsbyggðarsjúkrahús sem Heilbrigðisstofnun Norðurlands. Við erum með heilsugæslu, öldrunarheimili sem eitt stærsta öldrunarheimili á landinu. Og svo er stuðningsumhverfið eins og Atvinnumálafélagið og fleira sem hefur skipt miklu máli. Og þetta er í rauninni svona ákveðið umhverfi sem við getum þrifist mjög vel í. Og þetta styður mjög vel hvað annað og ég held að sem sagt, ef menn svona koma auga á þessa samlegð að þá getum við gert mjög góða hluti og þetta er eitthvað sem sagt, þetta nær umhverfi hérna hjá okkur hefur allt saman yfir að búa. Annað dæmi úr allt annarri átt, það er í rauninni einstaklingur sem árabil starfaði við að búa til kvikmynd og tónlist út í LA. Hann ákvaða, eða heimahagarnir tókuðu í hann, þannig að hérna, hann ákvaða að koma heim. Hér voru vissu leyti ákveðin hérna, voru góðar aðstæður fyrir hann. Hann bjó yfir sérþekkingu, hann var með reynslu og sambönd. Hann var líka með bara nýtt tónlistarhús og upptökuver. Tónlistarskóla, Sinfóníuhljómsveit, bæði Norðurlands og hann leitar í Sinfóníuna fyrir sunnan líka. Og hann hafði kjark til þess að gera þetta, þannig að hann er að framleiða tónlist hér á Akureyri fyrir kvikmyndir, bæði sem eru framleiddar hér og út í Ameríku. Og þarna aftur held ég að það sem Atli á sameiginlegt með okkur er að hér er ákveðin jarðvegur, ákveðið umhverfi sem í rauninni er frjósamur og hentugur fyrir hann til þess að hérna, vaxa og dafna. En annað dæmi af allt öðru toga er þá eins og gagnaver á Blönduósi. Þar eru aðstæður sem eru kannski öðruvísi. Það er til rafmagn sem þeir eru aflögufærir rafmagn sem við erum til dæmis ekki hérna á Norðausturlandi og þeir búa yfir reynslu frá öðrum svæðum líka. Nú, þannig að ef ég reyni að draga þetta saman einhvern veginn þá held ég að tækniþróunin síðustu árin, hún hefur aukið lífsgæði og á eftir að gera það áfram. Opnar tækifæri fyrir einstaklinga til þess að starfa utan þéttbýlla svæða og hvort sem það er í hugbúnaðarþróun en einhverju öðru. En mér finnst persónulega ekki vera neitt sérstaklega mörg dæmi fyrirtæki sem hafa sprottið upp og rauninni sett mark sitt á samfélag. Það eru dæmi, mann eftir einu á Dalvík og öðru á Ísafirði, en þau eru ekki mjög mörg. Hvað getum við gert? Menn hafa velt þessu upp hérna. Ég held að menntun sé algjör lykill og fyrirlesarinn sem kemur á eftir mér held ég að verði mjög áhugaverður hvað þetta varðar. Og þarna held ég að þurfum að ala fólku upp í bæði tækni, frumkvöðulega hugsun og öðrum tegundum greindar. Við þurfum líka að huga að innviða uppbyggingunni, hvort sem það eru nettengingar eða tónlistarhús eða hvað annað sem getur stuðlað að því að við náum að vaxa og dafna. Og síðan held ég að við þurfum að tryggja það að stuðningur stjórnvalda við nýsköpun haldi áfram. Hann hefur verið góður og hann hefur verið vaxandi og við þurfum að halda áfram á þeirri braut. Takk fyrir. Já, takk kærlega fyrir, Garðar. Þetta er, ég veit ekki, ég held að við getum ekki valið eftir þetta málþing hvaða fyrirlestur er áhugaverðastur því að þeir eru hver öðrum betri og ég tek sannarlega undir þetta. Við þurfum að byrja strax í grunnskóla og jafnvel í leikskóla með bæði skapandi hugsun og svo tækniþekkingu. Og þar komum við einmitt að næsta fyrirlesara sem er Álfhildur Leifsdóttir, kennari á Sauðárkróki og hún er einn fárra sem hafa hlotið þann heiður að komast í hóp alþjóðlegra frumkvöðla á sviði kennslu sem nefnist Apple Distinguished Educator, að samfélag kennarum allan heim sem nýta sér Apple-afurðir í skólastarf á framúrskarandi hátt. Kennarar sem eiga það sameiginlegt að sjá ný tækifæri og nýjar leiðir í kennslu með tækni. Álfhildur Leifsdóttir, kennari í Árskóla á Sauðárkróki, gjörðu svo vel.
Takk fyrir. Ekki komið svona. Komið sæl. Ég Álfhildur Jónsdóttir, kennari og kennsluráðgjafi við Árskóla hér á Sauðárkróki. En Árskóli hefur verið leiðandi skóli á landsvísu í tækni og breyttum kennsluháttum. Ég hef mikinn áhuga á breyttum kennsluháttum með tilkomu tækni í kennslu og hef nýtt tæknina síðustu ár með mjög jákvæðum breytingum í mínu kennsluumhverfi. Og ég ætla að segja ykkur aðeins frá þeim tækifærum sem tækni opnar á í kennslunni í dag og hvað framtíðin gæti borið í skauti sér, hvað þetta varðar. Hefðbundið skólastarf hefur frá áratugum innihaldið mikinn bóklestur, vinnu, bókavinnu og lærdóm staðreynda, en tímarnir hafa breyst, kröfurnar eru aðrar. Nemendur okkar tileinka sér lærdóm með öðrum hætti í dag heldur en fyrri kynslóðir með auknu aðgengi að upplýsingum með tilkomu tækni. Nám að breytast frá því að muna allt sem lesið yfir í vera flinkur að afla sér þeirra þekkingar sem viðkomandi þarf hverju sinni. En skólarnir hafa breyst heldur hægar heldur en flest annað í kringum okkur. Hérna skólastofa fyrir svona 60 árum síðan. Núna sennilega komin svona túrstabla í stað krítartöflu og kennarinn fann að gangi aðeins þrengri buxum. Annað hefur breyst allt og lítið síðustu áratugum. Þetta núna með 4. iðnbyltingunni. Tæknin opnar á endalausa möguleika í námi. Fái nemandi hugmynd, þá veitir tæknin honum aðgang að myndavél, alls kyns rafbókum tengdum hans áhugasviði, striga til að teikna eða mála á, eigin bókaútgáfu, hann hefur aðgang að hljómsveit, upptökustúdíói, kvikmyndaveri, alls kyns heilaleikfimi, hann getur ferðast heiminn og út í geiminn, hann getur hannað hvaðina sem honum dettur í hug og gert frumgerðir að hönnuninni. Hann hefur aðgang að endalausri þekkingu sé forvitni hans vakin og hann getur á aðgengilegan hátt skapað á fjölbreytta vegu. Það hefur sem betur fyrir alltaf verið sköpun í okkar námi hérlendis. Við höfum til dæmis haldið í verkgreinar eins og smíðar og textíl, myndlist og matreiðslu sem víða var hætt að kenna erlendis en að koma aftur núna á samt fleiri verkgreinum undir heitinu Makerspace eða hönnunarsmíður. Nám einstaklinga með námserfiðleika hefur breyst gríðarlega með tilkomu tækni. Bara það geta nýtt sér talgervill til að hlusta á námsefni og geta skila verkefni munnlega með raddupptökum í staðin fyrir að skrifa blað, jafnar gríðarlega það bil sem óneitanlega myndast milli einstaklinga með námserfiðleika og þeirra sem ekki kljást við slíkt. Þekking og ímyndunarafl nemenda með námserfiðleika sannlega ekki minna en annara, en þeir geta komið hvoru tveggja svo margfalt betur til skila með tækninni. Það frábært að nýta sér sýndarveruleika í kennslu. Sýndarveruleikin setur námsefni í allt annað samhengi. Það að vera staddur í flóttamannabúðum með jafnaldra sínum frá Sýrlandi sem segir frá og sýnir sitt daglega líf í gegnum sýndarveruleika mun áhrifaríkara en að lesa tölfræðum flóttamenn af blaðsíðu bók. Að geta ferðast blóðrás líkamanns eða séð inn í lungu reykingamanns með sýndarveruleika virkilega áhrifaríkt. Með tækninni þá verður námið eftirminnilegra. Þegar við erum farin þessar leiðir og margar fleiri með tækni, þá erum við fann að tala raunverulega einstaklingsmiðaða nám. Tæknin alls ekki stöður í notkun, heldur eitt af mörgum verkfærum í náminu. Og það sem skiptir mestu máli að sjálfstraust nemenda, sérstaklega með námsveruleika, eykst hratt og örugglega, leið og vanmáttur sem einhæf notkun á blýanti og blaði getur valdið minnkar. Þau standa frekar jafnfætis félögum sínum og jafnvel framar á sumum sviðum sem áður fengu ekki að njóta sín. Innleiðing á tækni hefur óneitanlega í för með sér breytta kennsluhætti. Það breytingar ætti að búa nemendur betur undir það umhverfi sem þeir koma til með að lifa og starfa í. Þessi kynslóð nemenda fæðist inn í samfélag sem undirlagt að tækni. Það skólana að kenna nemendum að nýta sér tæknina til náms. Kennsla þar sem tæknin hefur fengið pláss hefur í auknum mæli færst frá þeirri staðalímynd að kennarinn standi alvitur við töflu og nemendur skrifi upp staðreyndir og læraður utan af yfir í lærdóm samfélag innan skólastofunar eða utan hennar með fjarnámi, þar sem nemendur og kennarar læra saman, grípa það sem passar hverju sinni og bæta við færni sína. En ég get ekki tala nám framtíðar á að tala forritun sem ég myndi vilja sjá kennda almennt í skólum. En af hverju ætti að kenna forritun í skólum?
Forritun er ákveðið læsi á stafrænni öld. Hún eykur skilning nemenda á þeirri tækni sem þeir eru að nota dagsdaglega, færir þá frá því að vera neytendur eða notaðir af tækninni í að vera notendur, í þeirri merkingu að það eru þeir sem skapa, það eru þeir sem stjórna tækninni, en tæknin er ekki að stjórna þeim. Í gegnum forritun þjálfast nemendur í rökhugsun á gagnvirkan hátt, ásamt því að þjálfa samvinnu, lausnarleit og þrautseigju. Markmiðið með forritunarkennslu ætti ekki að vera að framleiða forritara, heldur að allir fái tækifæri til að kynnast forritun, rétt eins og allir kynnast smíðum, tónmennt og öðrum greinum í grunnskóla. Það væri ekki allir kokkar þó við læri heimilisfræði í grunnskóla og það sama á við forritun. Hluti þróunar í námi með tækni er fjarnám. Fjarnám er nú þegar stór þáttur á flestum skólastigum, sérstaklega í dreifðari byggðum landsins. Það eina sem þarf að vera til staðar fyrir fjarnámsnemenda er netsamband og það hann tilengi sér þá tækni sem notuð er til námsins. Fjarnám opnar á námsleiðir óháð búsetu fólks og eflir því menntunarstigi í dreifðari byggðum. Í fjarnám fyrir fólk sem mögulega myndi annars ekki sækja sér aukna menntun vegna fjarlægðar við skóla, atvinnu eða fjölskyldu aðstæðna. Það er ánægjulegt að sjá hversu margar leiðir eru í boði í fjarnám í dag, bæði á framhaldsskólastigi og háskólastigi. En það er mikilvægt að þróa fjarnám áfram, að ná fram enn betri skilvirkni á miðlun námsefnis í takt við breytta tíma og hafa námsframboðið sem fjölbreyttast. Í nýlegri menntagreiningu Framtíðarsetur Íslands er reynt að kortleggja námsumhverfi hérlendis til ársins 2028. Niðurstaða þeirra könnunar í stuttumáli er sú að þátttakendur sem voru kennarar, skólastjórnendur og sveitarstjórnarmenn töldu að rík áhersla yrði lögð á gagnrýna hugsun, sköpun og samþættingu námsgreina sem er vel. En þeir töldu einnig að námsumhverfið árið 2028 verða mörgu leyti eins og núverandi námsumhverfi, að nám fari að mestu leyti fram í skólastofum, að snjalltæki verði ekki endilega verkfæri til náms, að gervigreind komi ekki til með að breyta námi framtíðar. En miðað við að fjarnám byrjaði sem bréfaskóli fyrir rétt 70 árum síðan og miðað við þær breytingar sem hafa orðið á kennsluháttum bara á síðustu 5 árum víða í skólum, þá tel ég óhætt að reikna með að námsumhverfi framtíðarinnar komi til með að taka meiri stakkaskiptum en niðurstöður þessara skýrslu gefa til kynna. En í raun þá held ég að það sé engin leið að spá fyrir nám framtíðar. Það er ómögulegt að segja hvernig námið verður eftir 10 ár eða 20. Það er hins vegar ljóst að við verðum að vera áfram í takt við tíðarandann og koma helst enn betur á móts við þarfir þeirra sem kjósa nám burt séð frá búsetu. Nám án staðsetningar jafnar stöðu fólks í dreifðari byggðum og opnar á tækifæri sem annars væri mörgum ekki möguleg. Þetta er því gríðarlega mikilvægt. Eftir kynni mín af kennslu með tækni myndi ég ekki vilja snúa aftur til fyrri kennsluhátta. Ég held að það sé óhætt að fullyrða að nemendur mínir vilja það ekki heldur. Ávinningurinn fyrir bæði nemendur og kennara er svo gríðarlega mikill. Hins vegar þurfa kennarar, sama á hvaða skólastigi þeir eru, stöðugt að vera í endurskoðun hvað varðar kennsluhættina, hvað má taka út, hverja á að bæta við, með það loka markmið í huga að við séum að virkja styrkleika nemenda, styrkja veikleika þeirra og búa nemendur okkar sem best undir þá framtíð sem bíður þeirra. Kennarar þurfa hins vegar ekki vera sérfræðingar í tækni. Þeir þurfa að veita nemendum frelsi til að nýta hana. Það er mín trú að menntakerfið hér á landi hafi allt sem þarf til að vera framúrskarandi, bæði vegna mannauðsins sem þar starfar og vegna viðráðlegra stærðar sinnar eða öllu heldur smæðar sinnar. Breytingar taka styttri tíma í því umhverfi. Það ætti ekki að forskot umfram aðra. Það sem hins vegar vantar upp á, að mínu mati, er aukið samtal allra aðila þá sameiginlegu sýn sem menntakerfið okkar þarf til að búa unga fólki okkar sem best undir þeirra framtíð óháð búsetu. Takk fyrir mig. Takk fyrir, Álfhildur. Takk hérlega fyrir. Það er þetta með þessa framtíð, hvernig hún verður og hvernig við sköpum hana. En alveg þvert yfir landið förum við núna og förum á Suðurland, þar sem hún Eva Björk Harðardóttir, sem er oddviti Skaftárhrepps og jafnframt formaður stjórnar Samband sveitarfélaga á Suðurlandi, ætlar að tala um innviði dreifðra byggða og möguleika þeirra til dæmis í fjarheilbrigðisþjónustu. Og Eva er að koma hérna að
Míkrofónunum ger ég ráð fyrir á Selfossi. Ég þarf að... Já, hún komin þarna, sé ég. Og gjörðu svo vel, Eva. Takk fyrir. Þið sæl. Blessuð, ánægjulegt að fá að vera með ykkur. Vera með ykkur og þó ekki. Það þessi tilhögun á vel við þetta umræðuefni. Ég heiti sem sagt Eva Björk Harðardóttir, oddviti Skaftárhrepps og hér greinilega með vinkil sveitarstjórnarmannsins á þennan málaflokk og kem úr svona típisku sveitarfélagi sem dreifð byggð, mjög dreifð byggð við Skaftárhreppur sem að ég oddviti fyrir, tekur 7% af undirlendi af Íslandi en nýbúar eru undir 600. Mjög dreifðir, þetta trúlega svona birtingarmynd dreifðrar byggðar á Íslandi. Nú, þetta tækifæri fyrir okkur, tvímælalaust, en þetta líka áskorun og þannig ég kem svolítið inn með þeim gleraugum sveitarstjórnarmannsins, hvað erum við að glíma við og hvað getum við tekið út úr þessu, á hverju getum við grætt og hvað þurfum við að gera betur. Nú, eins og hefur komið fram, þá erum við á 4. stigi og þar sem við erum komin í snjallvélar og hugbúnað og það náttúrulega bara frábært, við erum komin þangað, en erum við komin þangað? Erum við í dreifbýlinu virkilega komin þangað? Og við allavega erum komin þangað í huganum. Nú, gervigreind og gagnasöfnun. Síminn okkar stjórnar svolítið lífin okkar. Við erum háðunum og við Íslendingar tökum yfirleitt alla leið. Við annarkvort erum við ekki með eða þá við gerum þetta alla leið og erum best í því sem við gerum. Þannig að mér þykir líklegast að miða við það sem undan gengið að við förum alla leið með 4. iðnbyltinguna. Eins og hefur komið fram þá stjórnar þetta svolítið lífið okkar og við leyfum 4. iðnbyltingunni að stjórna svolítið lífin okkar og taka það svolítið yfir. Að passa okkur að verða ekki algjörlega háð henni samt og missi ekki stjórn á þessu. En ég ætla að taka í mínu 10 mínútna erindi ætla ég að taka fjarheilbrigðisþjónustu og hvaða áhrif og hvaða tækifæri og kannski ógnanir hún hefur í för með sér fyrir dreifða byggð og þar sem þetta eru aðeins 10 mínútur þá fleyti ég kettlingar og þetta verður frekar yfirborðslegt en engu að síður kannski vonandi svarar einhverju spurningum eða þá jafnvel vekur fleiri. Innviðir. Það náttúrulega það sem við sveitarstjórnarfólk erum að berjast við alla daga. Það eru innviðir dreifðra byggða til þess að virkja 4. iðnbyltinguna í dreifðum byggðum þurfum við rafmagn. Við þurfum alvöru rafmagn og það ekki komið allstaðar alvöru rafmagn í dreifðum byggðum. Og við þurfum náttúrulega að laga það til að geta tekið þetta skref að vera með í pakkanum. Þriggja fasa rafmagn forsenda atvinnuuppbyggingar í dreifðum byggðum. Það alveg sama hvar á það litið, hvort það bóndinn sem nær ekki að byggja róbótafjósið sitt eða fullvinnsla afurða eða ferðaþjónustufyrirtækið. Ef á að vera framþróun á landsbyggðinni, þurfum við gott, örugt, þriggja fasa rafmagn. Tæknin sem við erum að fjalla í dag krefst þess að sé ekki flögt á rafmagninu, að það sé örugt og það sé gott. Þar sem rafmagni verður til út á landi, þá þetta fyrir bæinn, kemur aftur, við borgum meira fyrir það, við ættum að fá gott rafmagn. Þetta eru grunnforsendur til að geta tekið þátt af fullum krafti í 4. iðnbyltingunni. Þetta sem við sjáum á skjánum núna ekki jólaljós. Þetta gull sem að streymir núna æ fleiri dreifðari byggðir og tengir okkur við 4. iðnbyltinguna. Við viljum fá þetta í hvert einasta hús.
Svo ekki ennþá, en vonandi með verkefninu Ísland ljóstengt, þá lendum við þar öll. Þarna er líka ákveðin misskipting. Ef við værum á höfuðborgarsvæðinu, þá fengjum við þennan blessaða ljósleiðara, einn af þessum fallegu þráðum. Við fengjum hann inn til okkar, ekki einu sinni heldur tvisvar, risti gegnum götur, gangstéttir, blómabeð og garða, án þess að biðja hann og án þess að greiða fyrir hann. Við sem búum í dreifðum byggðum þurfum í fyrsta lagi við viljum fá svona gull inn til okkar, þurfum við að borga fyrir hann. Þeir stíklínu. Nei, það er bara... Svona, ef þú getur fengið þetta, er í lagi að hún verði ekki mækuð upp hérna í smástund? Mér liggur alveg nógu hátt rómur til að það trufli ekki. Já, ef við getum slátt að hátalarinn á því. Er það að gera það? Og sló hann mig alveg út af læginu, ég verði að byrja upp á nýtt. Nei, ég er að grínast. Sem betur fer, þá tók ríkisvaldið við sér ásamt sveitarfélögunum og það var farið í þetta frábæra verkefni Ísland ljóstengt sem að gerir okkur kleift að lenda á sama stað og lætur okkur á endanum vonandi vera jafnfætis öðrum svæðum og þá er ég að tala höfuðborgarsvæðið. En það kostar mikið fjármagn, bæði frá sveitarfélögunum og frá ríkisvaldinu. Það er alltaf markaðsöflin sem að ráða för. Nú, sumir geta ekki beðið, gátu ekki beðið en fóru af stað. Þarna er verið að vinna því að leggja ljósleiðara til þess að tengja hana Agnesi okkar sem ég ætla að ræða hérna eftir og kynna fyrir ykkur. Einn virtasti íbúi Skaftárhrepps. Þarna fóru einkaaðilar af stað og sáu það að ef við ætluðum að virkja fjarheilbrigðisþjónustu í Skaftárhreppi þá þyrfti ljósleiðara og hann var ekkert á leiðinni. Þannig að hann var bara keyptur og grafinn niður. Nú, við erum komin langa leið. Við höfum ekki lengur þennan mannauð sem þið sjáið þarna á myndinni. Ekki í öllum dreifðum byggðum, ekki lengur. Það sem að læknirinn og presturinn og allir sem enda á inn voru máttarstólpar hvers samfélags og maður hafði aðgang af þeim, gat leitað til þeirra og þeir sinntu okkur, hugsuðu okkur og þeir báru velferð okkar íbúana fyrir brjósti. Öldin er önnur. Má ég kynna fyrir ykkur Agnesi. Hún stendur þarna á milli þessara tveggja herramanna, læknisins okkar sem að yngist ekki. Sigurður Árnason er þarna stórastæðilegur. Og hún kom til okkar 2013 fyrir að frumkvæði íbúa sem að stofnuðu hollvina samtök heilsugæslunnar, söfnuðu 13 milljónir á 18 mánuðum og hreinlega keyptu þennan fjarheilbrigðisbúnað sem þið sjáið þarna á milli þeirra sjálf. Nú, með henni Agnesi þá erum við komin með sérhæfða heilbrigðisþjónustu nær íbúum. Hún fækkar sjúkraflutningum, hún lækkar ferðakostnað, kemur stundum alveg í veg fyrir ferðakostnað. Það verður betri nýting á fagfólki og bætt nýting á tíma og fjármunum fólks. Í henni, hún hefur yfir að búa stafrænni myndavél, lífsmarkamæli, eyrna, háls- og augnskoðun, hjartalínuriti, öndunarmæli, húðmyndavél, rafrænni hlustunarpípu, 2 skjáum, lyklaborð og mús, PC-tölvu og síðan er forritið sjálft hún Agnes sem að tekur þvílíkt pláss í samfélaginu að hún hefur tekið meira sem verið fyrirferðarmikil á þorrablótum.
Þannig að hún er svona stór hluti af okkar lífi og okkar samfélagi. Við lítum svo á að með auknum lífsgæðum eða að fjarheilbrigðisþjónusta veiti okkur aukin lífsgæði að því leyti að við þurfum ekki að ferðast þessi kona á reyndar ekki heima hjá okkur, ég rændi henni. Við þurfum ekki að ferðast 5, 6, 7 klukkutíma fram og tilbaka á höfuðborgarsvæðið og tilbaka til þess að fá hálftíma viðtal við sérfræðing sem að vísar á okkur einhverju lyfi. Það er möguleiki á því að fara og hitta Agnesi og vera í sambandi við sérfræðing á hinum endanum sem að gefur okkur það sem við þurfum á að halda í einhverjum tilfellum. Ég veit til þess að hún hefur bjargað mannslífum, hún Agnes. Nú, framtíðarsýnin okkar er náttúrulega svo að við viljum sjá jafnt aðgengi landsbyggðarinnar að sérfræðiþjónustu og auðvitað má segja að það sé jafnt aðgengi en það er svo erfitt að nálgast sérfræðinga og sérfræðiþjónustu. Auðvelda og auka samskipti starfsfólks og auðvelda og flýta fyrir áliti sérfræðinga, draga úr óþægindum og kostnaði vegna ferðalaga sem er ærinn, trúið mér, og auka skilvirkni og hagkvæmni. Það er ekki svo að svona tæki komi í staðinn fyrir mannauð og því í litlu samfélagi skiptir hver manneskja ótrúlega miklu máli. Og hún Agnes fer ekki á staðinn ef það verður útslys. En þannig að við þurfum að tryggja það að það sé ætíð mannauður í hverju samfélagi sem getur tekist á við vandamálin hverju sinni. Þannig að við fögnum þessari tækni en hún er ekki og kemur ekki í staðinn fyrir fólk á staðnum. Þannig að við þurfum að halda áfram að sjá til þess að á hverju svæði sé heilbrigðisstarfsfólk sem er tilbúið að takast á við þau vandamál sem koma upp. En aftur á móti þá gerum við okkur alveg grein fyrir því að við komum ekki til með að manna dreifðar byggðir með sérfræðingum. Vonandi náum við eins mörgum heilsugæslu læknum og hjúkrunarfræðingum í hverja byggð, en sérfræðingar verða æ færri og erfiðar að ná þeim út á land. Þannig að þá skulum við bara horfast í augu við það og nýta okkur tæknina, nýta okkur 4. iðnbyltinguna, en til þess að hún megi fyllilega virka, verðum við að halda áfram að byggja upp innviði og það þarf að gerast hratt. Og við þurfum að standa í lappirnar til þess að láta það gerast, af því að annars bara hreinlega sitjum við eftir. Ef við ætlum að fá að taka þátt í henni, verða innviðirnir sem er öllum fyrst og sjálfsagðir, það þarf ekki að tala um þá, rafmagn og ljósleiðari, við verðum að ná þessu í jörð. Þá er mínu erindi lokið. Ég bara þakka kærlega fyrir mig og gangi ykkur vel. Takk kærlega fyrir Eva og það er auðvitað sannarlega rétt að innviðirnir verða verið í lagi og við erum mjög vel meðvituð um það fyrir vestan, ekki síður en fyrir sunnan, en þetta er ákaflega áhugavert og ég held að margar byggðir myndu bjóða Agnesi velkomna, en kannski ekki fara svo langt eins og Eva að ræna einhverju gamalli konu, nú væntanlega tók myndin af netinu. En næst, það hefur orðið smávægileg dagskrárbreyting og það er svona á milli stjórnenda í Blábankanum, þannig að í stað Arnars Sigurðssonar sem er skráður á dagskrá þá mun Arnhildur Lillý Karlsdóttir, hinn stjórnandi Blábankans, tala verkefni þeirra stafræna flakkara og það kemur til að því að þetta er annað skiptið í dag sem að varpa frá Þingeyri og þetta kemur til af mjög góðu vegna þess að það er svo mikið að vera á Þingeyri í dag
Þar er núna opin vinnustofa á vegum Future Foods sem eitt verkefni sem styrkt meðal annars af Matvælastofnun Sameinuðu þjóðanna og margt að vera. En Arnhildur Lilja ætlar að tala verkefnið þeirra stafræna flakkara og markmið verkefnisins meðal annars að fara að líta á það sem möguleika búa að starfa á Þingeyri og fleiri stöðum og fleiri störf án staðsetningar sem oft hafa verið nefnd, hvort sem til skemmri eða lengri tíma. Gjörðu svo vel, Arnhildur Lilja. Já, þakka þér fyrir og góðan daginn. Við heilsum ykkur hérna úr pakkfullum blábanka á Þingeyri. Fyrir þá sem ekki vita, að þá Blábankinn þjónustu og nýsköpunar miðstöð, þar sem við reynum bæði að ýta undir þjónustu fyrir bæjarbúa, en líka á sama tíma að byggja upp samfélag frumkvöðla og skapandi fólks, þar sem við höfum samvinnurými eða coworking space og bjóðum fólki að koma og starfa hérna í lengri eða skemmri tíma. Blábankinn verkefni sem nú hefur verið starfandi í 2 ár og margt drifið á daga okkar síðan við byrjuðum. En það sem ég ætlaði að ræða við ykkur hérna í dag á þessu þingi 4. iðnbyltinguna og þau tækifæri í dreifðari byggðum, það stafrænir flakkarar á norðurslóðum. Eins og fram hefur komið í dag og eins og við öll vitum að þá lifum við á tímum þar sem að útbreiðsla snjalltækja orðin veruleg. Nánast allar upplýsingar í flettifjarlægð. Við notum samfélagsmiðla til að halda utan tengslanet, fjölskyldu, vini, myndir. Myndsímtöl tengja fólk heimsálfa á milli, auðveldlega og gera allar fjarlægðir afstæðar. Og það gaman að segja frá því að hérna bara fyrir nokkrum dögum síðan að þá sátum við hér með þessum námshópi Future Food Institute og FAO og ræddum við rannsóknarteymi sem nú starfandi á Suðurskautinu. Og þetta var myndsímtal sem varði í 40 mínútur, það var prýðilegt, þetta var nánast óraunverulegt og ég gat ekki annað en hugsa til þess að það ekki svo langt síðan fólk hringdi ekki einu sinni þegar það ferðaðist, af því það var bara alltaf dýrt. En nú öldin önnur og við bara hringjum þvers og kruss og tölum við fólk hólan á milli. Stóruborgir hafa hingað til verið leiðandi og þungamiðja á sviði þekkingar og skapandi iðnaðar og með þessari framþróun að þá hefur það gerst að störf og búseta hafa miklu leyti verið aftengd. Og þessi aftenging hefur leitt af sér að það hefur orðið ákveðinn hreyfanleiki til staðar. Það að geta verið óháður staðsetningu en samt verið fyllilega virkur þátttakandi í atvinnulífi. Þetta nokkuð sem að margir hafa hagnýtt sér og kosið að njóta og það þeir sem að kallast stafrænir flakkarar eða digital nomads. Það þeir sem að vinna þá vinnuna sína í gegnum tölvu og geta notið þess að flakka á milli og unnið nánast hvaðan sem það þeim hentar. Svo framalega sjálfsögðu sem þeir hafi internettengingu. Það sem að tengist þessum stafrænu flökkurum ákveðin lífstíl og það kannski best að segja fyrst að þetta hugtak, stafrænir flakkarar líklega svolítið nýtt af nálinni og komið í tísku líka. Þó að sjálfsögðu hafi alltaf verið til fólk sem gat ferðast og unnið á sama tíma. En þessi lífstíl sem að núna við tengjum við stafræna flakkara, þetta það sem öllu blandað saman, starfi, ferðalögum, áhugamálum og
Borgir hafa að sjálfsögðu alltaf verið mikilvægar hvað þetta varðar, en það eru ákveðin svæði eða staðir í heiminum núna sem að hafa ákveðið forskot hvað þetta varðar. Það eru þá svæði sem að geta boðið upp á lífstíl sem að tengist útivist og náttúrugæðum, nokkuð sem að kannski erfiðara að nálgast í stórborgunum. Þessi staðir sem að hafa verið framarlega og vel sóttir af stafrænum flökkurum hingað til hafa flestir verið í heitari löndum. En eitt af þeim verkefnum sem að við hérna í Blábankanum erum núna að leiða verkefni sem að við köllum Arctic Digital Nomads eða stafrænir flakkarar á norðurslóðum. Þetta verkefni sem að enn sem komið bara til 1 árs pröfuverkefni tilraun og styrkt af Norræna Atlantshafssamstarfinu eða NORA. NORA þá ríkjasamstarf á milli Grænlands, Íslands, Færeyja og strandhéraða í Noregi. Við hófum verkefnið núna í byrjun þessa árs í þá samstarfi við samstarfsaðila okkar Hótel Narsaq í Grænlandi, Coworking Lodge í Lofoten í Noregi og bæjarfélagi Vágur á Suðuroy í Færeyjum. Og allir þessi þátttakendur í verkefninu eru afar ólíkir með mjög ólíkan bakgrunn því þetta eru frumkvöðlar, hóteleigendur, þetta heilt bæjarfélaga og svo óhagnaðardrifin samfélagsmiðstöð. En það sem þetta verkefni, stafrænir flakkarar á norðurslóðum snýr að að samræma þessa 4 staði og draga fram styrkleika hvers staðar og markaðssetja það. Markaðssetja það sem eitt svæði sem hægt að flakka á milli, hægt að heimsækja einn stakan en að við bjóðum upp á aðstöðu og við bjóðum upp á þjónustu fyrir stafræna flakkara sem að hafa áhuga á norðurslóðum. Og þannig hugsaum við okkur að við viljum laða að þennan hóp sem að vill lifa þessu líferni en hefur áhuga á útivist og ferðalögum á norðurslóðum. Og það verður að segjast að þetta vissulega heillandi að geta unnið hvaðan sem að geta stjórna tímanu sínum, að sitja og horfa á jökulbrot fljóta hjá á Grænlandi, jafnvel fara á brimbretti í Lofoten eftir vinnu. All þessi svæði draga fram einhvers konar spennu og ævintýri og blanda saman í einhvern kokteil þessu að starfa og leika. Þó að þessi bakgrunnur samstarfsaðilanna sé ólíkur, það að sjálfsögðu margt líka sem við eigum sameiginlegt. Og allir hafa tekið inn í þetta samstarf ákveðna sérþekkingu sem að við höfum deilt á milli okkar og höfum nýst vel inn í hópum og allir hafa getað lært af. NORA, styrktaraðilinn okkar, heyrir undir þá norrænu ráðherranefndina byggðastefnu og eina ástæðan fyrir því að NORA telur þetta verkefni vera vænlegt að nú höfum við tækifæri til að búa til meiri fjölbreytni í dreifðari byggðum og minni bæjarfélögum. Þetta tækifæri fyrir yngra fólk til að koma og starfa. Þetta tækifæri til að búa til nýja vídd inn í atvinnulífið, til að auka fjölbreytni í hæfni og í þeirri þekkingu sem til staðar. Þannig að það margt sem að þetta ber með sér. Við höfum ekki enn séð fyrir endan á þessu verkefni og
Við höfum haldið 2 vinnustofur, 1 vinnustofa eftir og það má segja að við séum enn á byrjunarstigi, enn að samræma okkur og svona finna fleti á markaðssetningu. En þetta er eitthvað sem að við sjáum fyrir okkur að minnstakosti geti gengið í 3 ár og sjálfsögðu vonumst við til að þetta verkefni blómstri. Því að stafrænu flakkarar eru líklega markaðshópur sem að er ekki að fara að hverfa og hann fer ört vaxandi. Þannig að það er, held ég, tímabært að vera þáttakandi í þessari þróun og ég held að við hljótum öll að sjá að það eru ákveðin sóknartækifæri sem að liggja í þessu fyrir smærri byggðir. Þetta er það sem ég hef að segja að sinni stafræna flakkara. En ég Takk hérlega fyrir, Lillý. ykkur öllum að ykkur kærlega fyrir. Takk fyrir, kærlega. Vil ekki allir gerast stafrænir flakkara núna og ferðast og lifa og starfa einhvers staðar mjög skemmtilegum og áhugaverðum nýjum stað í smá tíma. Ég held að það sé frábært. En næst förum við á Vesturland og þar ætlar hann Sævar Freyr Þráinsson, bæjarstjóri á Akranesi, að segja okkur aðeins frá markmiðum Akranes að verða sjálfbær og snjall bær árið 2040. Gjörðu svo vel, Sævar. Velkomin til ársins 2040. Velkomin í bæinn minn, Akranes, eða á að segja bæinn okkar. Ég á ekkert, ég á ekki bíl, ég á ekki hús, ég á engin heimilistæki eða föt. Þetta virkar mögulega sérstakt fyrir ykkur en fyrir okkur er þetta fullkomlega eðlilegt í þessum bæ Akranes framtíðarinnar. Allt sem áður voru vörur er nú þjónusta. Við höfum aðgang að samgöngutækjum, húsnæði, mat og öllu sem við þurfum í okkar daglega lífi. Eitt á öðru var þetta allt ókeypis, svo á endanum þá hætti það að skipta máli að eiga mikið. Fyrst urðu fjarskipti stafræn og ókeypis fyrir alla, svo þegar hrein orka varð ókeypis, þá fór þetta að gerast hraðar. Samgöngur fóru að lækka verulega í kostnaði, þá hafði það enga þýðingu að eiga bíla lengur, við gátum hringt í sjálfkeyrandi bíl eða fljúgandi ökutæki fyrir lengri ferðir innan fárra mínútna. Við gátum ferðast á mun skipulagðri og samhæfðari máta þegar almenningssamgöngur urðu auðveldari, hraðari og þægilegri en bíllinn. Nú get ég varla trúa því að við höfum sætt okkur við hæga og tafsama umferð þegar farið var til Reykjavíkur, svo ekki sé minnst á mengandi bíla. Hvað vorum við að hugsa? Já. Ég nýt þess að taka daginn snemma og les miðlana. Þar er viðtal við Sergey Brin, stofnanda Google, sem heldur því fram að tækniteymi hans sé alveg við það að leysa það hann geti lifað að eilífu. Ég velti því fyrir mér hvort honum takist það. Hann lítur út eins og hann sé tvítugur, en er samt 67 ára. Magna hvað endurnýjun frumna hefur fleygt fram, en þeir moldríku eru þeir einu sem njóta þess enn sem komið er. Stundum notaði ég hjólið mitt þegar ég fer að hitta vini mína. Ég nýti æfingarinnar og ferðarinnar. Það er fóður fyrir sálina að fara í þetta ferðalag. Magna hvernig sumt er alltaf skemmtilegt eins og að ganga, hjóla, elda, teikna og rækta plöntur. Það er fullkomlega eðlilegt og minnir okkur á hvernig menning okkar var til í nánu samspili við náttúruna. Talandi náttúruna, ég elska þetta iðandi líf, fólk sem er stöðugt við baðstaðinn Guðlaugu við Langasand. Þar hefur orðið sprenging
Þar orðið sprenging í fjölgun starfa, þar sem hreyfing, heilsa, sjúkraþjálfun, heilbrigðismenntun í fararbroddi. Þörf fyrir umönnunarstörf hefur minnkað fyrir tilstilli ýmissa hjálpartækja, en einnig minni þörf fyrir greiningu ýmiss konar sjúkdóma, þar sem gervigreind og líftækni hefur tekið stórstígum framförum. Efling vitundar ábyrgð á eigin heilsu og heilsueflandi markþjálfun orðið viðmið þegar vinnutíminn kominn niður fyrir 30 klukkustundir á viku. Heilsumiðstöðin Langisandur orðin heimsþekkt fyrir brautryðjandastarf í heilsueflingu fólks, þar sem fagfólk og tækni spila í einni harmoníu. Umhverfisvandamál úr sögunni. Þegar ríkisstjórn Íslands markaði þá stefnu að nýta umhverfisvæna vatns- og vindorku til að halda í og laða til okkar fyrirtæki sem hafa skipt sköpum í að leysa loftslagsvanda heimsins, þá fóru hjólin að snúast fyrir alvöru. Ég man þá tíð þegar öflugustu fyrirtæki landsins og nú heimsins voru kölluð mengandi stóriðja. Við náðum loksins sameiginlegri sýn. Að tryggja störf og vernda heiminn í leiðinni. Það var ánægjulegt að við náðum tökum á því að breyta koltvísýringi í grjót með íslensku hugviti frá Orkuveitu Reykjavíkur og framleiða hreina orkugjafa fyrir fiskiskipaflotann. Það eru 5 ár síðan að Elkem á Grundartanga náði langþráðu markmiði sínu að ná kolefnisspori sínu niður í 0. Og Norðurál ásamt öðrum álverum á Íslandi tókst í samstarfi við íslensk stjórnvöld að gera landið að fyrsta plastlausa landinu. Ég enn að venjast tilhugsunni að ég sé að baða mig í vatni sem hitað með afgangsvarma frá Grundartanga. Sami afgangsvarmi skapar mörg störf í þörungarækt, ylrækt, fiskeldi. Ég á varla orði verið að lýsa því hversu stoltur ég að vera frá bæ þar sem fyrirtæki Skaginn 3X hefur verið í fararbroddi í tæknivæðingu matvæla'iðnaðarins. Akranes Kísildalur eða Kísilvík, hátækni í matvælum heimsins, þökk sé frumkvöðlunum Ingólfi. Þar starfa nú fremstu sérfræðingar og vísindamenn heims í líftækni, efnafræði, forritun og hönnun sem vinna saman að því að nýta hugvit sitt með hjálp öflugra tækninýjunga á sviði gervigreindar, þrívítaprentara og kælitækni. Fyrirtækið hefur gegnt lykilhlutverki í að auka verðmæti íslenskar sjávarafurða, þar sem rekjanlegt hvaðan og af hvaða bát og hvenær hver einasti fiskur var veiddur, þar sem hann kemur á disk þeirra sem nýta hann. Verslunarferðir úr sögunni, stelpur. Að versla, ég man varla lengur hvernig það var. Fyrir flest okkar þetta búið að færast yfir í hluti að nota, stundum finnst mér þetta skemmtilegt. Ég læt algoritmanum að gera þetta fyrir mig. Hann þekkir orðið smekk minn betur á fötum en ég gerir sjálfur nú orðið. Í kvöld ætla ég niður á Höfn. Þar ætla ég að sækja besta fisk í heimi og kannski ég taki krabba í leiðinni. Þetta var frábært þegar við ákváðum að það væri leyfilegt að selja ferskan fisk beint frá bát og kannski ég taki grænmeti frá ylræktinni á Grundartanga í leiðinni eða sjávargróður úr Faxaflóa. Þegar stjórnvöld fóru að skilja að liður í því hvernig við pössum jörðin okkar var að tryggja sjálfbærni sveitarfélaga þar sem fæðuöryggi hvers sveitarfélags og hollusta og ferskleiki matarins verða ráða för. Þegar gervigreind og vélmenni tóku við stóran hluta starfa okkar, höfðum við tíma til að borða vel, sofa vel og njóta meiri tíma með öðru fólki. Hugmyndin að vera á hvolfi á ekki lengur við, því vinnan sem við vinnum getur verið unnin hvenær sem er. Ég veit hreinlega ekki hvort ég á að kalla þetta starf lengur. Þetta meira tími, eins og tími til að hugsa, tími til að skapa og tími til að þróa. Tíma var tæknin einungis notuð til afþreyingar eða til skemmtunar. Fólkið vildi ekki vera að hafa fyrir því að kljást við erfið verkefni. Þetta var rétt á síðustu stundu, en við skildum hvernig við fengum not fyrir alla þessa nýju tækni til að nýta hana í stað þess að eingöngu að drepa tíma. Við hættum flest að vera hrædd við tæknina
Svo það fólkið sem hefur hafnað þessum lífstíl. Það býr ekki á Akranesi. Hvort sem þessi framtíðarsaga árið 2040 verður eða ekki, þá ljóst að tæknin mun hafa mikil áhrif. Tæknin verður ekki vandamálið, heldur verður erfiðast fyrir fólk að takast á við breytingarnar. Á síðustu 20 árum hefur orðið gríðarleg breyting á lífi fólks með tilkomu tölvunar, internetsins og þróun tæknibreytinga sem hefur haft áhrif á líf okkar allra, sem og allar atvinnugreinar. Þessi tækni tilheyrir þriðju iðnbyltingunni. Hraði þessar breytinga hefur verið mikill en mun vera enn hraðari og meiri framfarir á næstu 20 árum. Krafa aukna áherslu á tæknitengda menntun því í farvatninu. Fjórða iðnbyltingin snýst samtvinnun vélbúnaðar, hugbúnaðar og líftækni og aukna þróun í fjarskiptum og samskiptatækni. Bylting verður í tækni þar sem vélmenni, gervigreind, nanótækni, líftækni, skammtatölvur, nettenging hlutana, 5. kynslóð farsíma, þrívítaprentun, sýndarveruleiki, viðbótarveruleiki og sjálfkeyrandi bílar verða hluti af veruleikanum. Stór hluti starfa mun breytast fyrir tilstuðlan, hugbúnaðar og sjálfvirkni. Gervigreind mun gegna lykilhlutverki við að mörg hefðbundin störf munu hverfa og tölvan mun leysa fleiri störf betur en flest fólk. Því spáð að árið 2030 munu tölvur verða greindar en manneskjur og áhugavert að skilja hver áhrif þess verða á menntun. Ein leið til þess að undirbúa sig að skilja áhrif tækniþróunar á atvinnugreinar. Til dæmis bílar og tryggingar. Sjálfkeyrandi bílar eru þegar farnir að byrjaðar að sjást en innan fárra ára mun bílaiðnaðurinn umbyltast. Margir bílaframleiðendur munu fara á hausinn eða sameinast öðrum þar sem flest okkar munu ekki sjá þörf fyrir að eiga bíl. Við munum hringja í bíl og hann mun aka okkur að leiðarenda, ekki verður þörf fyrir að leggja bílum og því varla þörf fyrir bílastæði. Við munum einungis greiða fyrir ekna kílómetra og geta sinnt störfum á akstri. Börn barna okkar munu aldrei fá ökuskírteini og þau munu aldrei eignast bíl. Þetta mun breyta bæjum og borgum þar sem 90–95% færri bílar verða á ferðinni. Við getum breytt bílastæðum í útivistarsvæði. Bílslys mun fækka 99% og því mörg líf bjargast. Tryggingafélög munu verða í vandræðum því án slysa verða tryggingar margfalt ódýrari. Viðskiptalíkan bílaiðnaðarins mun hverfa, fasteignamarkaðurinn mun verða fyrir áhrifum, því á ferðum mun fólk vinna og sjá kostið þess að flytja lengra í burtu, í fallegra og rólegra umhverfi, til dæmis á Akranes. Flestir bílar verða rafmagnsbílar og því mun hljóðmengun bíla minnka. Heilbrigðisgeirinn. Á þessu komið fram tæki sem skannar augu þín. Tekur blóðpröfu og þú munt andiða. Tæki mun tengjast símaðinum og greina 54 lífs- eða heilbrigðisþætti sem mun gera það mögulegt að greina nánast hvaða sjúkdóm sem er. Þetta tæki verður ódýrt með tímanum og mun umpóla heilbrigðisþjónustu þar sem innan fárra ára munu allir geta fengið aðgang að áreiðanlegri læknisskoðun og sjúkdómsgreiningum með mun minni tilkostnaði en í dag. Greining krabbameins með gervigreind nú þegar 4 sinnum áreiðanlegri en hjá fólki. Og tæknin þó rétt að slíta barnskonum. Lífslíkur að aukast verulega, meðal annars, þar sem læknar munu hafa betri tæki til greiningar sjúkdóma og einnig munu meðferðarúrræði batna stórlega með aðstoð tækninnar, en ekki síst mun aukin þekking á erfðaefni líkamans og genaflutningum koma í veg fyrir myndun arfgengra sjúkdóma. Líklega mun meðaljón eða Gunna sem fæðist eftir 2 áratugi eiga von á að lifa lengur en 100 ár. Á Akranesi stöndum við okkur af framsýnu lifandi umhverfi í leik- og grunnskólum bæjarins. Skólaumhverfið einkennist af öflugum stjórnendum sem hafa frelsi til athafna. Það hefur skilað sér í hagkvæmt reknum skólum, ánægðum kennurum og ánægju íbúa með þá þjónustu sem nemendur fá í skólanum. Akraneskaupstaður mjög spenntur fyrir möguleikum sem breyting á stefnu menntun getur haft í för með sér. Við teljum að skólaumhverfið á Akranesi
hafa möguleika á að vera í fararbroddi á Íslandi og við viljum leggja til hugmyndir að verkefnum sem við teljum að séu nauðsynlegar til að vera enn betur í stakk búin til að takast á við störf framtíðarinnar. Framtíð þar sem gervigreind og þróuð vélmenni munu leysa af hólmi stóran hluta starfa ekki langt undan og við megum engan tíma að missa. Nú þegar eru breytingar eiga sér stað í grunnskólum Akraneskaupstaðar sem drifnar eru áfram af áhugasömum stjórnendum og framúrskarandi kennurum, þar sem hópavinna og skapandi vinnubrögð eru notuð í kennslu, þar sem ólíkar námsgreinar eru flettaðar saman í úrlausn verkefna, þar sem verkvit, listgreinar, bóknám nýtist við úrlausn verkefna og hæfni og áhuga einstaklinga nýtist á mismunandi hátt. Mikilvægt að auka kennslu þar sem nýting á tækni og forritun fari meira rými, en það má ekki blindast af því að það sé eina lausnin. Kenna þarf og efla þá hæfni sem einkennir okkur sem manneskjur. Sem sagt, gagnrýna hugsun og lausn vandamála, samvinnu milli ólíkra aðila og leiða með áhrifum, lipurð og aðlögunarhæfni, frumkvæði og frumkvæðala hugsun, hæfni í mannlegum og skriflegum samskiptum, að nálgast og greina upplýsingar, forvitni og ímyndunarafl, sem sagt að undirbúa nemendur í að vera meistarar takast á við breytingar og læra allt lífið. Takk fyrir. Já, takk kærlega fyrir Sævar. Það var komið svolítið langt áfram, hann Sævar, og ég veit ekki hvort einhverjum fannst pínulítið óþægilegt. Hvernig þessi mynd, en hún er samt falleg og skemmtileg og gaman að henni. Hann Sigurður Ingi Jóhannsson, samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra, ætlar að ávarpa okkur frá Selfossi. Eins og ég sagði í byrjun og fyrir þá sem ekki voru hérna þá mun útsendingu ljúka eftir í ávarp Sigurðar. Hann lokar þessu sem sagt fyrir okkur í dag. En mér langar áður en að Sigurður tekur til máls að þakka öllum þeim sem hafa komið að þessu málþingi með einum og öðrum hætti, og þetta er ekki þannig og þetta hefur auðvitað ekki gengið alveg eins snurðulaust fyrir sig eins og við hefðum óskað og það hefði verið gaman. En mér langar að segja takk við fólkið hjá Nýsköpunarmiðstöð sem hefur komið að þessu, Karl Friðriksson, Örnu Láru, Huldu Birnu Frosta, Fjalar og Einar og Sigga Steingríms náttúrulega á Akureyri, Selmu og Önnu Guðnýju og Hjörleif, ekki síst. Síðan er Magnús í Borgarnesi og Aron líka þar, Kristjana og Jón Knútur fyrir austan, hún Svala í Borgarnesi líka, er það ekki? Já. Og Davíð á Sauðárkróki, alla þá sem hafa talað auðvitað og þið ykkur sem hafa fylgst með og hvort sem eru á vinnustofum eða á netinu. Á hverjum stað verða síðan eftir ávarp Sigurðar vinnustofur sem að verða útskýrðar betur á hverjum þar, og ég lokaði svo eftir með því að segja ykkur hvernig niðurstöðum vinnustofa verður miðlað, en gef Sigurði Inga ráðherra orðið og hann ávarpar okkur frá Selfossi því að það var eitt enn að málefni tækni og nýsköpunar eru sannarlega byggðamál, sannarlega sveitarstjórnarmál, sannarlega fjarskiptamál og öll þessi mál heyra undir ráðuneyti Sigurðar. Gjörðu svo vel. Já, takk fyrir og gaman að vera með ykkur hérna í dag. Það getur ekki sagt eins og venjulega gaman að sjá hvað margir eru mættir, af því að ég sé ekki nema hluta af fundarþáttakendum, en það er gaman að taka þátt í þessu á þessum tíma. Ég sem sammála fundarstjóra, það er hérna alltaf gaman, hvatning, áskorun að heyra ræður framtíðina, en það er líka svolítið pirrandi og óþolandi. En takk Sævar Freyr, þetta var frábært erindi og eins og öll hinn erindin sem við erum búin að fá í dag. Og áður en ég hef mitt, þá ætla ég að segja ykkur tvær örsögur hérna frá því sem ég var að gera í morgun, af því að hlut til tengist það óvart þessu sem við erum að fjalla um. Sem sagt, annars vegar þá fór ég á dýralækna þjónustuna hérna, ekki til þess að leita með lækninga eða það var meira til þess að fá kaffi, og ég ætlaði líka að prenta út ræðina mína þegar ég var bara með síman og fattaði náttúrulega ekki að senda þarna bara hingað og lesa hann á skjánum, af því að ég er ennþá bara ekki komin inn í fjórðu innbyltinguna.
En þar var sem sagt búið að út í Ölfusi í vegaframkvæmdum búið að grafa í sundur ljósleiðarann. Áminning það að innviðir, uppbygging þeirra, þeir eru nauðsynlegir en það er líka mikilvægt að þeir séu öruggir. Og við erum kannski ekki komin alla leið þangað þó við séum að ná býsna góðum árangri. Hin örsagan, hún er svo að ég fór til tannlæknis en ef ég fer að drafa eitthvað og eftir þá er það ekki heilablóðfall vonandi eða neitt annað heldur bara að deyfingin er þá farin að síga eitthvað niður. En ég segi þetta vegna þess að þetta eru kannski tvær stéttir sem þú myndir halda fyrst að myndu lifa af fjórðu iðnbyltinguna. En auðvitað er það ekki bara svo. Í þessum greinum, alveg sem vorum að ræða fjarheilbrigðisþjónustuna, þá hefur tæknin haldið innreið sína fyrir löngu og margt af því sem að gert er eins og þjarkin dýri sem við keyptum hér á Landspítalann gerir skurðagerðir betur heldur en læknar og nákvæmar. En við kannski eigum að muna eitt og allt það sem vorum að tala í dag er að við ætlum að taka þjónustu, þessa tækni í okkar þjónustu en ekki sjálf verða þrælar tækninar. Og það er kannski áskorunin sem við stöndum frammi fyrir við fjórðu iðnbyltinguna þegar við ræðum fækkun starfa og breytingu þeirra. En kæru fundarmenn allt land, það hefur verið rekin áratugavís, eða jafnvel má segja í 150 ár, mjög öflug byggðastefna á Íslandi. Hún er bæði markviss og hún hefur virkað og hún hefur skilað því að mun stærri hluti opinberra starfa er á höfuðborgarsvæði Íslands heldur en á höfuðborgarsvæðum nágrannalanda okkar. Þessi stefna hefur náð sérstaklega lofsverðum árangri sem horft til þess að yfirlýst stefna stjórnmála alla þennan tíma hefur verið algjörlega hinn veginn. Ég er semst að grínast. Þetta er sagt í hálfkæringi. En eins og krakkarnir segja sumir, it's funny cause it's true. Það er tregða í kerfinu. Það er allir sammála að efla þurfi dreifðar byggðir, það þurfi að færa opinber störf og stofnanir út á land, en það á alltaf við aðra, ekki mig og ekki mína stofnun, ekki mitt starf. En við erum að reyna. Fyrir mörgum árum, eða nokkrum árum allavega, ætlaði ekki verið 12-13, þá byrjaði ég að móta hugmyndir með því að funda með Mílu og fleiri aðilum það sem kallað er í dag Ísland ljóstengt. Verkefni sem gengur út á að árið, eins og við sjáum það fyrir okkur í dag, 2021 verði 99,9% heimila og fyrirtækja í landinu tengt beint með ljósleiðara. Þetta er nú hvorki meira en minna en heimsmet og margar þjóðir öfunda okkur af þessari stöðu og algjörl forsenda fyrir mörg af því sem hér hefur rætt að menn séu tengdir. Ísland ljóstengt er gríðarlega mikilvægur þáttur í landið allt standi í jafnari fótum þegar að fjórða iðnbyltingin skellur á, stendur hér, ég mun nú frekar halda því fram þegar hún er komin að fullu þunga, hún er löngu hafin. Þeir sem hafa átt leið landið í sumar hafa líka vonandi orðið fyrir töfum á ferðum sínum vegna mikilla vegaframkvæmda. Ég segi vonandi vegna þess að án þeirra tafa þá er ekkert að gerast. Það er sem sagt búið að ráðast í stórátak í samgöngumálum eins og við vitum að eru bættar samgöngur og hefur hér komið fram í erindum lykilþáttur í að skapa sterkari samfélag út allt land. Byggðaáætlun sem var samþykkt á Alþingi vorið 2018 og það hefur unnið markvisst samkvæmt henni síðan. Þessi áætlun er sú fyrsta hingað til sem er fjármögnuð að mestu leyti og 54 verkefni hennar eru bæði skilgreind sem með raunverulegan ábyrgðaraðila, samstarfsaðila, tímaplan og fleira. Þannig að það er bara hægt að taka hana og vinna eftir henni sem verkplan. Hún er ekki síst mikilvæg vegna þess að henni koma mörg ráðuneyti, því í raun eiga öll ráðuneyti að bera ábyrgð á byggð í landinu öllu en ekki bara ráðuneyti byggðamála. Þetta snýst nefnilega að fólk hafi tækifæri til að búa annars staðar en á höfuðborgarsvæðinu, að fólk geti í raun snúið aftur í sína heimabyggð eftir að menntun og einhverju reynsluskeiði sé lokið einhvers staðar annars staðar. Það hefði þótt saga til næsta bæjar í stjórnkerfinu fyrir ekki svo lengu síðan að samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið, byggðamálaráðuneytið væri að millifæra fjármuni frá sínu ráðuneyti til annarra ráðuneyta til þess að auðvelda þeim framkvæmd tiltekinna áætlana eða aðgerða. Það þykir okkur hins vegar sjálfsagt mál í dag. Brjóta niður þá múra. Ellegar náum við engu framförum, við vinnum ekki saman. Dæmi þetta er stuðningur byggðaáætlun við innleiðingu fjarheilbrigðisþjónustuna, eins og hún Eva kom hérna inn á meðan Agnesi, sem er undir forystu heilbrigðisráðuneytisins, verkefni List fyrir alla, sem heyrir undir mennta- og menningarmálaráðuneytið og stafrænt forskot sem að Nýsköpunarmiðstöð
Íslands stýrir. Og við erum afar stolt af því hversu vel hefur tekist til við að samþætta byggðaáætlun öðrum opinberum áætlunum og ástæðan fyrir því hversu vel hefur tekist til liggur að miklu leyti í þeirri vinnu sem unnin var og stýrt er að vara Byggðastofnun við mótun áætlunarinnar. Það var haft mikið og náið samstarf við sveitarfélögin í gegnum vettvang landshlutasamtaka þeirra og við öll ráðuneytin og við eins marga hagaðila og hægt var. Mér skilst að hugmyndin að þessum fundi hafi kviknað á ráðstefnu sem samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti, Byggðastofnun og landshlutasamtökin héldu í Hveragerði fyrr á þessu ári og bar yfirskriftina Samtal um stefnu ríkisins í landshlutum. Þá og þar var kallað eftir meiri samvinnu, meira samhengi í stefnum aðila eins og Byggðastofnunar, Nýsköpunarmiðstöðvar, Ferðamálastofu, Íslandsstofu og fleiri. Þetta er sjálfsögð krafa. Krafan að stefnur og stofnanir hins opinbera vinni saman, að stofnanirnar vinni saman og fólki sem þar vinnur vinni saman með öðrum sem að vinna sambærilegum hlutum. Ekki bara til að nýta betur fjármuni, heldur líka til að skapa aukinn slagkraft fyrir íbúa fyrirtæki landsins. Og það snýst jú starf hins opinbera. Og þá komum við að 4. iðnbyltingunni. Hún er vissulega mikil ógn við dreifðar byggðir, en í henni felast einnig gríðarleg tækifæri eins og við höfum heyrt hérna nokkra hluti hér í dag í þeim ræðum sem hér hafa verið fluttar. Og við verðum að vera vel undirbúin og við verðum að horfa á tækifærin leið að við gleymum ekki hættunum. En við verðum að vera jákvæð og horfa á tækifærin, annars nýtum við það ekki. Við Íslendingar höfum kynnst því að tæknibreytingar í sjávarútvegi og landbúnaði haft gríðarlega breytingar í för með sér fyrir samfélög víða land og þessar atvinnugreinar. Lykillinn að framtíðinni, eins og hér hefur verið sagt, er menntun fyrst og fremst og nýsköpun. Hagsmunir landsbyggðarinnar eru hagsmunir landsins alls og því er mikilvægt að öflugar rannsóknir séu stundaðir allt land, ekki síst á sviðum grundvallar atvinnu okkar þar sem þeir eru. Yfirskrift þessa fundar, tækifæri dreifðra byggða í 4. iðnbyltingunni, mannlíf og atvinna. Þetta tvennt, mannlíf og atvinna, verður að mínu mati ekki í sundur skilið. Undirstaða mannlífs hlýtur að vera atvinna og verðmætasköpun hvers svæðis. Á síðustu árum og áratugum hefur meðvitund fólks fyrir þeim verðmætum sem felast í ósnortinni náttúru og friðsæld aukist mjög, hvort sem það er nú á Akranesi hjá Sævari Frey eða annar staðar. Við eigum mörg slík svæði. En í þessum málum sem öðrum þarf að ríkja bæði jafnvægi og skynsemi. Við megum ekki líta svo á að landsbyggðin sé einhvers konar safn Ísland, Ísland fortíðarinnar. Landsbyggðin er mikilvægur og lifandi þáttur í þróun samfélagsins í dag og framtíðarinnar. Ég fagna því framtaki sem birtist okkur í dag á nokkrum stöðum á landinu og fagna allri umræðu tækifæri framtíðarinnar á Íslandi. Við höfum borið gæfu til að vera framsækið samfélag á flestum sviðum. Samfélag þar sem er hefð fyrir samvinnu í stjórnmálum og atvinnulífi. Ég er sannfærður að samtala því tagi sem efnt til í dag er mikilvægur þáttur í því að undirbúa okkur sem samfélag betur undir tækifæri 4. iðnbyltingarinnar. Og við skulum muna eitt að þróun síðustu áratuga er ekki náttúrulögmál. Þetta er mannanna verk. Sem með ákvörðunum hvaða forsendur liggja til grundvallar, hvaða fjármuni við setjum og hvert við setjum þá og fleira slíkar þætti, þeir hafa skapað þróunina. Munum það, þetta er ekki náttúrulögmál, við getum haft áhrif með okkar ákvörðunum. Takk. Já, takk kærlega fyrir Sigurður Ingi og þá er að líða lokum á þessari útsendingu. Vinnustofur verða á 6 stöðum eins og áður hefur komið fram. Á vinnustofunum verður stýrt á hverjum stað fyrir sig og niðurstöður verða birtar á vefsíðunni ásamt með þessum erindum sem hafa verið flutt hérna í dag. Og ég vil bara hvetja þá sem að sitja vinnustofunar og er að fylgjast með á netinu eða hvar sem er, að deila þeim erindum sem ykkur fundust áhugaverð, láta fólk vita af þeim, sýna þau, því að þessi umræða, henni á ekkert endilega ljúka hérna í dag. Og eins og ég segi við vinnustöðunum verður einnig deilt þarna og það verður líka áhugavert að sjá hvaða verkefni og hugmyndir koma upp á hverjum stað. En ég vil bara aftur og enn á ný þakka öllum fyrir þáttökuna og eigið góða stundir. Takk fyrir.